Góðan daginn. Ég set hér 31. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 12. desember 2024 og hófst hann klukkan 17:20. Fundinn sitja Ragnar Már Ragnarsson, Kristján Hildibrandtsson, Haukur Garðarsson, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og svo sem hér stendur Hrafnhildur Hafnarsdóttir. Hér einnig Þórarn Jónsson bæjarritari, Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri og Gyða Steinsdóttir. Þá göngum við til dagskrár. Já, dagskrá eru svo mikið sem 21 mál og hefst þá lesturinn. Fyrsta mál dagskrá er fundargerð bæjarráðs frá 21. fundi bæjarráðs, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Það hefur enginn beðið orðið. Liður 2 er fundargerð ungbarnaráðs frá 6. fundi ráðsins, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Liður 3 velferðar- og jafnréttismálanefnd, fundargerð 5. fundar velferðar- og jafnréttismálanefndar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveðjuljós. Liður 4 umsagnarbeiðni, tækifærisleyfis vegna þorrablóts. Lögð fram umsagnarbeiðni og rafræn umsókn Sigurbjörns Loftssonar tækifærisleyfi vegna þorrablóts dansleiks sem halda á í Íþróttahúsinu Borgarbraut 4 Stykkishólmi í febrúar 2025. Orðið laust undir lið 4 ef einhver er á móti því að veita þetta leyfi. Það kveður sér engin ljós. Bæjarstjórn samþykkir tækifærisleyfi vegna þorrablóts dansleiks sem halda á í Íþróttahúsinu Borgarbraut 4 Stykkishólmi 1. febrúar 2025. Hver eru samþykkið þessu? Og þetta er samþykkt samhljóða með því skilyrðum ekki verið gert grín á bæjarstjórn. Liður 5 bæjarstjórn unga fólksins. Þeir lögðu fram fundargerð 1. fundar bæjarstjórn unga fólksins sem fór fram 8. maí 2024. Á 6. fundi ungbarnaráðs lýsti ráðið fyrirhugum áætlunum að halda bæjarstjórnarfund unga fólksins þann 7. maí 2025. Fundurinn yrði með sama hætti og áður og íbúum gefinn kostur á að leggja fram hugmyndir að umfjöllunarefni fundar. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum afgreiðslu ungmennaráðs og vísaði málunum til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið hér með laust undir lið 5. Og engin kveðjuljós. Bæjarstjórn staðfestir þátttöku sína á fyrirhugum bæjarstjórnarfundi unga fólksins 7. maí 2025. Hverjir er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Það kom að liði 6. Reglur sveitarfélagsins stuðningsþjónustu, Höfðaborg, miðstöð öldrunar þjónustu. Hér er lagðar fram uppfærðar reglur sveitarfélagsins vegna þjónustu Höfðaborgar. Bæjarráð samþykkti reglunar á 28. fundi sínum og vísaði þeim til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 6. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn samþykkir uppfærðar reglur. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að lið 7 Breiðafjarðarferjan Baldur. Málefni Breiðafjarðarferjunnar Baldurs voru tekin til umræðu á 7. fundi Hafnarstjórnar. Hafnarstjórn lagði þunga áherslu á mikilvægi ferjusiglingum Breiðafjörð og í því sambandi mikilvægi þess að framtíðarlausn í ferjusiglingum Breiðafjörð sem felst í því að ríkið hanni og smíði nýja ferju sem hönnuð verður með tilliti til orkuskipta framtíðarinnar og nýskæti sem varaskip fyrir Herjólf og endurspeglist í fjármálaáætlun og 5 ára samgönguáætlun. Án samþykktra áforma og heimilda í áætlun ríkisins, þar með talið viðeigandi fjárheimilda, er vegagerðin ekki tryggður sá rammi og sú stefnumörkun sem nauðsynleg er til að stofnunin geti hafið undirbúning að hönnun og smíði nýrra ferju ásamt nauðsynlegum breytingum á hafnarmannvirkjum. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum afgreiðslu hafnarstjórnar og orðið er laust undir lið 7. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn tekur undir ályktun hafnarstjórnar og vísar til fyrri ályktunar bæjarstjórnar
vegna málsins sem og til ályktana samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sama efni. Hverjir eru samþykkir þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá komið að lið 8. Ágangur búfjár, Hrísakot og Hrísafell. Lögðu fram beiðni smölun ásamt svari sveitarfélagsins og viðbrögðum við því. Þá einnig lögð fram kæra vegna aðgerðarleysis sveitarfélagsins Stykkishólms varðandi smölun ágangsfjár. Bæjarráð staðfesti málsmeðferð og viðbrögð sveitarfélagsins á 24. fundi sínum og frestaði afgreiðslu málsins þar sem umbeðnar upplýsingar lágu ekki fyrir. Lögðu fram tillaga svari sveitarfélagsins og bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum tillögu að svari og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 8. Enginn beðið orðið. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 9. Það er meira búfé. Ágangur búfjár Kljá. Lögð fram beiðni smölun ásamt svari sveitarfélagsins og viðbrögðum við því. Bæjarráð staðfesti málsmeðferð og viðbrögð sveitarfélagsins á 24. fundi sínum og frestaði afgreiðslu málsins þar sem umbeðnar auglýsingar lágu ekki fyrir. Það er lögð fram tillaga svari sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum tillögu að svari og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 9. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 10. Ágangur búfjár Þingskálanes. Lögð fram tölvupóstsamskipti þar sem kallað er eftir afstöðu sveitarfélagsins vegna ágangs búfjár. Bæjarráð staðfesti málsmeðferð og viðbrögð sveitarfélagsins á 24. fundi sínum og frestar afgreiðslu málsins þar sem umbeðnar auglýsingar lágu ekki fyrir. Lögðu fram tillaga svari sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum tillögu að svari og vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 10. Og enginn hefur beðið orðið. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 11. Samþykki fyrir sölu á nýrækt 17, nýrækt 19 og nýrækt 21. Lagt er fram erindi frá Erlu Friðriksdóttur fyrir hönd Friðriks Jónssonar samþykki á ráðstöfun samkvæmt 6. grein lóðaleigusamnings ásamt tengdum gögnum. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum ráðstöfun og réttindunum samanber 6. grein lóðaleigusamnings dagsett 21. október 2015 og vísaði afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið er laust undir lið 11. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá er það lið 12. Starf skipulags- og umhverfisfulltrúa. Lögð eru fram gögn í tengslu við auglýsingu starf skipulags- og umhverfisfulltrúa. Bæjarstjórn gerir bæjarráði grein fyrir stöðu málsins. Á 28. fundi sínum vísaði bæjarráðs málum til bæjarstjórnar og orðið er laust undir lið 12. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir með vísan til fyrirliggjandi gagna að ráða Þuríði Rögnu Stefánsdóttur tímabundið í starf skipulags- og umhverfisfulltrúa til 31. ágúst 2025 og hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komið að lið 13. Reglur úthlutun lóða í Stykkishólmi. Það er lagðar hér fram uppfærðar reglur úthlutun lóða í Stykkishólmi. Á 28. fundi sínum vísaði bæjarráð uppfærðum reglum til samþykktar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 13. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir reglur úthlutun lóða í Stykkishólmi með áorðnum breytingum. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 14. Imbuvík 2. Hér er lagður fram lóðaleigusamningur fyrir Imbuvík 2 og 2A.
Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum lóðaleigusamning við Skipavík vegna Imbuvík 2 og fól bæjarstjóra að undirrita fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið er laust undir lið 14. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórinn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 15. Bauluvík 4. Hér er lagður fram lóðalegu samningur fyrir Bauluvík 4 og bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum lóðalegu samning við Búðinga EHF vegna Bauluvík 4 og fór bæjarstjóra að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið er laust undir lið 15. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórinn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 16. Kjör nefnda í samræmi við samþykki sveitarfélagsins. Fyrir liggur að kjósa þar nýjan fulltrúa í íbúalistans í bæjarstjórn samanber 23. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins. Erla Friðriksdóttir hefur flutt lögheimili sitt úr sveitarfélaginu og þar með mist kjörgengi sem bæjarfulltrúi. Færist í næstu maður á ílista upp 1 sæti. Eftirfarandi aðilar eru kosnir sem varamenn í stað Erlu Friðriksdóttur í eftirfarandi fastanefndir og stjórnir sveitarfélagsins. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd Heiðrún Höskuldsdóttir, stjórn Náttúrustofu Lárus Ásmar Hannesson, hafnarstjórn Haukur Garðarsson. Orðið er laust undir lið 16. Hverjir eru samþykkir þessum breytingum? Og það er samþykkt samhliða. Lið 17. Viðauki í fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Hér er lagður fram viðauki 5 í fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum viðauka 5 í fjárhagsáætlun 24 til 27 og vísaði hún til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 17. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi og ílista hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Við fylgjum forminu bara og komum með bókun. Við eitthvað 5. Undirritar er ekki sammála þeirri fjárhagsáætlun sem fulltrúar Hálistar samþykktu fyrir yfirstandandi ár og viðauki 5 byggir á. Undirritar sitja því hjá við afgreiðslu málsins. Það skal íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Kristján Hildibrandsson. Ef ég má, það er færsla þarna upp á 18,5 milljón út á gagnaveitu Helgafellssveitar. Getur einhver útskýrt það fyrir mér hvað er að gerast þar? Var gagnaveitan ekki seld? Var það á þessu ári eða síðasta ári? Ef einhver vill vera svo væn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob ætlar að útskýra það fyrir. Já, forseti, þetta er einskiptisfærsla sem að skapast þegar verið að leggja niður félagið núna og þá þarf að gera upp skuld við milli aðalsjóðs og B-hlutafyrirtækisins og þá myndast þessi gjaldfærsla í A-hlutunum sem er þá neikvæðri niðurstaðu A-hlutans á þessu ári 18,5 milljón heldur en kannski reksturinn að öðru leyti ber með sér. Þetta er sambærileg færsla og við gerðum með dvalarheimili á sínum tíma þegar við vorum núlla það út skuldina milli A og B hluta á þeim tíma sem við hefum gert á tvisvarsinnum, ef maður rétt. Og þetta er bara sambærileg færsla. Þetta er tekjufærsla B megin og gjaldfærsla A megin. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir lið 17. Svo er ekki. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Hver er samþykkið því?
Hverjir er á móti? Og þá reikna ég með að fulltrúar í-lista sitji hjá. Samþykkt með 4 atkvæðum H-lista og fulltrúar í-lista sitja hjá. Þá höldum við áfram. Liður 18, gjaldskrá 2025. Hér er lagðar fram gjaldskrár sveitarfélagsins fyrir árið 2025 sem taka mið af forsendum fjárhagsáætlunar 2025 til 2028 sem samþykktar voru á 28. fundi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkti gjaldskrár fyrir sveitarfélagið Stykkishólm fyrir 2025 á 29. fundi sínum og vísaði þeim til frekari umfjöllunar í bæjaráði, umsagnar í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum gjaldskrár með áorðnum breytingum fyrir 2025 og vísaði þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn. Lagðar eru fyrir bæjarstjórn til síðari umræðu gjaldskrár sveitarfélagsins 2025 en gjaldskrár hafa verið til umfjöllunar í fastanefndum undanfarnar vikur. Bæjarráð samþykkti á síðasta fundi sínum gjaldskrár sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2025 og vísaði þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn. Álagningarstuðull fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði er svo sami á árinu 2024 og verður 0,39% á árinu 2025. Álagningarprósenta lóðarleigus íbúðarhúsnæði er 0,96% og svo sama á árinu áður. Álagningarprósenta holræsisgjald húseigna í A-flokki verður svo sama eða 0,16%. Heildar fasteignagjöld hækka í kringum 9% á milli ára. Það eru engar breytingar á álagningarstuðull fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði hjá sveitarfélaginu árið 2025. Eða 1,56%. Þá verður óbreytt álagningarprósenta lóðarleigu atvinnuhúsnæðis eða 2% og álagningarprósenta holræsisgjalds er 0,19% líkt og árið 2024. Álagningarhlutfall útsvars er 14,97% 2025. Orðið er laust undir þessum lið, gerið þið svo vel. Enginn hefur kveðið sér ljós. Hver eru samþykkir? Þá bara byrjum við. Forseti bæjarstjórnar ber upp tillögu að útsvar verði 14,97% á árinu 2025. Hver eru samþykkið því? Það er samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp eftirfarandi tillögu fasteignaskatta, lóðarleigu, holræsisgjald og úrgangshirðugjöld. Fasteignaskattur A-flokkur 0,39%, fasteignaskattur B-flokkur 1,32%, fasteignaskattur C-flokkur 1,56%. Lóðarleiga íbúðarhúsnæði 0,96%, lóðarleiga atvinnuhúsnæðis 2%, lóðarleiga ræktunarland 6%, holræsagjald íbúðarhúsnæði 0,16%, holræsagjald atvinnuhúsnæðis 0,19%, úrgangshirðugjald per íbúð 78.000 krónur, 4 tunnur, 86.000 fyrir 3 tunnur, 1 tvískipta. Úrgangshirðugjald í sumarhús 39.000, dagar fasteignagjalda verði 9 frá 1. febrúar til og með 1. október. Hver eru samþykkir þessari tillögu fasteignagjöld og aðrar álögur? Og það er samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp tillögu að afslátti vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði í samræmi við fyrirliggjandi gögn sem felur í sér að elli- og örorkulífeyrisþegar fá lækkun á fasteignaskatti miðað við tekjur og skattframtali. Afslátturinn fer eftir tekjuupphæð og gildir vegna eigin húsnæðis sem viðkomandi býr í. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu afslátt vegna afsláttar
af fasteignaskatti. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp gjaldskrár Stykkishólms hafnar fyrir árið 2025 upp til atkvæða. Hver eru samþykkið gjaldskrár Stykkishólms hafnar fyrir árið 2025? Það er samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp gjaldskrá fyrir garðslátt fyrir aldraða og öryrkja árið 2025. Ber það hér upp til atkvæða. Hverju samþykkið því? Samþykkt samhljóða. Og bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir garðslátt árið 2025. Hverju samþykkið því? Samþykkt samhljóða. Ég ber hér gjaldskrá fyrir slökkvilið fyrir árið 2025. Ber það hér upp til atkvæða. Hver eru samþykkið gjaldskrá fyrir slökkvilið árið 2025? Samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp gjaldskrá fyrir fráveitu og rotþróargjald fyrir árið 2025. Ber það hér upp til atkvæða. Hver eru samþykkið því? Samþykkt samhljóða. Ber hér upp gjaldskrá fyrir fráveitu árið 2025. Hver eru samþykkið því? Forseti bæjarstjórnar ber hér upp gjaldskrá sveitarfélagsins Stykkishólmur stuðningsþjónustu. Hver eru samþykkir gjaldskrá fyrir stuðningsþjónustu? Það er samþykkt samhljóða. Ber hér upp gjaldskrá fyrir hunda og kattahald fyrir árið 2025 upp til atkvæða. Hver eru samþykkir gjaldskrá fyrir hunda og kattahaldi? Samþykkt samhljóða. Og ég ber hér upp gjaldskrá fyrir úrgangshirðu fyrir árið 2025 upp til atkvæða. Hver eru samþykkir gjaldskrá fyrir úrgangshirðu? Samþykkt samhljóða. Ég ber hér upp fyrirliggjandi gjaldskrá sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2025 upp til atkvæða að undanteknum þeim öðrum gjaldskrám sem þegar hafa verið samþykktar. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða aðrar fyrirliggjandi gjaldskrá sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2025. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að lið 19 fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2025 til 2028. Fjárhagsáætlun 2025 til 2028 er lögð hér fram til síðari umræðu bæjarstjórn. Bæjarstjórn samþykkti á 29. fundi sínum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2025 til 2028 og vísaði henni til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síðari umræðu bæjarstjórn ásamt fyrirliggjandi tillögum í aðgerðaáætlun aukið aðhald í rekstri sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti á 28. fundi sínum að vísa fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins var lögð fram til fyrri umræðu á 29. fundi bæjarstjórnar þann 31. október 2024 og á sama fundi voru lögð fram drög að gjaldskrám fyrir árið 2025. Bæjarráð samþykkti á 29. fundi sínum að vísa fjárhagsáætlun til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þá er komið að greinargerð bæjarstjóra vegna fjárhagsáætlunar 2025 til 2028. Það er svo eiginlega góð. Forseti, ég ætla að gera stuttlega grein fyrir fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og 3 ára áætlun 2026 til 2028.
forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsrammi sveitarfélagsins fyrir árið 2025 og 3 ára áætlun fyrir 2026 til 2028 er lögð hér fram hér til síður umræði í samræmi við lög og reglur bókhald og fjárhagsáætlanir, ráðsetningar sveitarfélaga og fjármálareglur sveitarstjórnarlaga. Áætlunin er unnin út frá fyrirliggjandi forsendum, áorðnum breytingum og þeim markmiðum sem þar hafa verið sett og þeim hefur verið fylgt í vinnu við gerð þessar áætlun með þá þeim breytingum sem hafa verið gerðar á áætluninni svona í vinnunni heilt yfir frá því í ágúst-september. Nú kannski til að byrja með alltaf gott að rifja upp hvar við stöndum, hvað var það íbúafjölda og þá var það fyrsta spurningi hvort viltu miða við þjóðskrá eða Hagstofuna. En samkvæmt þjóðskrá erum við 1348 en samkvæmt Hagstofun eru 1266. En við vorum í fyrra samkvæmt þjóðskrá 1320 en eitthvað örfóðum færri samkvæmt Hagstofunni í fyrra. Nú ef maður fer svona aðeins yfir söguna, hvernig þetta er búið að þróast, hérna er samkvæmt þjóðskránni. Þetta eru tölur sem þið kannist við úr fyrri áætlunum og ásynningum sveitarfélagsins og þannig sjáum við til að mynda þetta högg sem við urðum fyrir þarna árið 2020 en þetta er svona stigvaxandi fjölgun í undanfarin ár og ef við förum þá bara í síðustu 20 árin og þá miðum við Hagstofuna og þá sjáum við hvernig þetta hefur svona verið að draga úr fjöldanum og hefur verið þróun frá fyrir aldamót frá 98 til ársins svona 2014 þá svona dró úr íbúar dróst saman íbúarfjöldin hér í sveitarfélaginu og þetta eru saman tekna tölur bæði frá Helgasveit og Stykkishólmsbæ og síðan frá 2014 hefur þetta verið svona stigvaxandi nema aftur er þarna tölur fækkun á árunum 2020 og 2021 þar í kringum COVID-tímabilið. En þetta byrjar kannski með áberandi hætti, ef maður fyrir aðeins aftur í sögunni þá byrjar þetta sem áberandi hætti kringum 2002 þegar skelhrunið var og þar fer þetta niður á við og þessi kemur efnahagshrunið og enn fækkar okkur og síðan einhverjir með uppsveiflu ferðaþjónustunnar þá fer okkur aftur að fjölga. Fyrir utan þetta COVID-tímabil sem okkur fækkaði og við þurfum kannski ekki endilega að taka einungis miða af Hagstofunni eða þjóðskrá, við getum líka hort bara á okkar eigin tölur sem er þá fjöldi barna í leik- og grunnskóla á síðustu 20 árum og grunnskólinn var með 201 barn í skólanum 2004, fer niður í 152 þannig 2008 og upp aftur og niður í 142 börn svona 2013. Þess síðan hefur svona þróunin verið upp á við og eru núna komin í 183 börn og það kannski endurspeglast ákveðnu leyti áherslun er í þeirri fjárhagsáætlun eða fjárfestingaráætlun sem liggur fyrir þessu fundi kannski ákveðið átak í þeim efnum til að bregðast þessari fjölgun í grunnskólunum. Nú leikskólinn, það er svipað sögu að segja það. Það er fækkun í leikskólunum á þessum tíma 2005 og niður til 2010 síðan hefur frá þeim tíma svona farist í vaxandi og er nú búin að vera í kringum 80 til 86 svona á síðustu árum en auðvitað er þarna tímabilið eins og 2017 þar sem var fjárfest í Bakkaseli og síðan viðbygging við leikskólan þarna fyrir 2-3 árum síðan til þess að mæta einmitt þessari þróun sem við sjáum þarna á þessari slæðu. En nú er komið að grunnskólanum. Sveitarfélagið er með þennan mannauð og þessar stofnanir, svona cirka. Við erum með 146 starfsmenn, stöðugildin eru 107,7 og það til viðbótar við þessu 146 eru síðan slökkviliðsmenn. Stofnanir eru taldar upp hér á þessari slæðu, grunnskóli, grunntónskóli, ráðhús, Stykkishólmshöfn, þjónustumiðstöð, landsbókasafn, vatnasafn, dómstöð þar hvort sem það er Exið eða félagsstað eldri borgara, íþróttamiðstöðin, það er undir sundlaugin, það er slökkvilið og síðan miðstöð öldrunarþjónustu. Síðan eru við að reka náttúrulega með öðrum sveitarfélögum félagsskólaþjónustuna og byggðasafn Snæfellinga. Og hérna er þá yfirlit yfir starfsmenn ráðhússins.
og ef ég fer svona stuttlega yfir hvernig fjárhagsáætlun verður til, þá þá má segja að formlegur undirbúningur hefjist svona einhvern veginn eftir sumarleiði og það er verið að vinna svona markvisst að forsendum og markmiðum. Við vinnum ekki eins og komum með sérstaklega greinargerð eða starfsáætlun fyrir einstakar málaflokka. Þetta er svona óformlegur undirbúningur allt árið frekar með þá reglum samtölum með forstöðumenn. Nú, forsend og markmið eru sett þarna í september og það móta þá þennan ramma við gerð áætlunar og langtíma áætlunar. Þarna er svona reksturinn aðeins rammaður inn, hvaða hækkun bæðist sér fram á í gjaldskrár og síðan svona við fyrstu sýn hvaða lántökur og fjárfestingar, hver er ramminn það. Nú, síðan er tekjuáætlun sem er miðað þá bara við framreikning og uppgreiðslu sambandsins og útsvarstekjum og staðbundnar forsendur hafa vanalega áhrif til lækkunar og vanalega til lækkunar hjá okkur. Tekjuáætlun fasteignaskatt miðað við svona ákveðnar forsendur sem við liggjum fyrir og er svolítið fast í hendi og síðan eru aðrar tekjur byggja náttúrulega hækkun og gjaldskrám og síðan gatnagerðargjöldum öðrum tekjum sem að sveitarfélagið er með. Nú, rekstrargjöld og þjónustumarkmið er þá í þessum bráðabirgðaáætlunum í október sem er þá með þróun launakostnaðar og vinnslu launaáætlunum og rýnir þá á rekstri en síðan er það þá vinnufundur í október þar sem bæjarráð, bæjarstjóri og bæjareinn er að funda með forstöðumönnum og ásamt þá formanni viðkomandi fastanefnda. Þarna er tekið samtal þjónustu og markmið eða þá að draga úr þjónustu og áhrif þess á reksturinn. Síðan eru haldnir vinnufundir bæjarstjórnar utan venjubundna fundna og síðan var fyrri umræða í fjárhagsáætlun í lok október. Þá eru gjaldskrár og fjárhagsáætlun send til allra fastanefnda og fastanefndir eru síðan að fjalla fjárhagsáætlun og fjárhagsrammann, einnig þá aðhaldsaðgerðir eins og í þessu tilviki í ár, þar sem að þær fara þá sérstaklega yfir það er aðhaldsaðgerðir sem hafa áhrif á þjónustu sveitarfélagsins á þá 2025 í þessu tilviki og síðan er þá á fundum í nóvember mánuði, þarna erum komið við í nóvember, ítarleg greining og umræðum tækifæri til hagræðingar eða skoðun á fjárfestingum og kannski meginþungin er þar í fjárfestingum næsta árs og mörgur svona ákveðin pólitísk stefnumörkun til næstu 3 ára en aðalega verið fókusur á næsta ár. Það var aftur farið við gjaldskrár og fjárhagsáætlanir í bæjarráði eftir að fastanefndir hafa allar fjallað þá gjaldskrár og lagt til tillögur bæði hvað var að fjárhagsáætlun og tillögur hvað var að gjaldskrár í þeim málaflokkum sem heyra undir þær nefndir sem við á hverju sinni og síðan erum við með vinnufund utan venjubundna fundatíma og það er svona eftir atvikum hversu margir þeir eru. Síðan er alltaf íbúafundur fjárhagsáætlun sem á fjárhagsáætlun er kynnt og síðan er seinni umræðan sem við erum stödd í dag 12. desember. Forsendur fjárhagsáætlunar 2025 eru þessar þarna 3,8% verðbólgu fyrir árið, þetta er bara miðað við þjóðhagsspá, gjaldskrár hækkun 4%, laun og laun til gjöld 5,6% og önnur gjöld þar sem við á. Fjárfestingarheimildir eru 280 milljónir og voru 250 milljónir í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar í október og lántökur eru áætlaðar 250 milljónir en voru í fyrri umræðu 150 milljónir króna. Og þarna eru lántökur síðustu 13 ára, svona til samanburðar og þetta er í rauntölum. Nú, hérna er bara helstu stærðir í þjóðhagsspá og hvar við tökum þessar tölur, sjáum við erum með þarna við 3,8% verðbólgu sem er þá það sem að Hagstofan gefur út og í fyrra þá var þetta væntanlega, í 2023 voru við 8,7% verðbólgu og við erum að launavísitalan hann er 5,6% 2025 og það er þá launahækkunin sem gerir ráð fyrir fjárhagsáætlun og þarfandi götunum. Þetta er þá upplýsingar sem við fáum senda til okkur að byggjum á. En við vorum í ágústmánuði síðastliðnum að sjá fram á og erum að sjá fram á ákveðna tekju samdrátt í útsvari
og samhliða þessari fjárhagsáætlun höfum við verið að vinna að ákveðnum aðgerðum, svona aðgerðaáætlun um aukið aðhald í rekstri sem snýst þá aðallega aðgerðir hvað var A-hlutann hjá okkur og þá hvar við hægt sé einhvers staðar að draga úr þjónustu og draga þá kostnaði á sama tíma. Og þetta eru það helstu áherslur sem hafa verið til umræðu og hafa verið til umfjöllunar. Það er verið að skoða viðveru 12-18 mánaða barna en það er ekki búið að taka endilega ákvörðun, þetta er til skoðunar. Það er þjónustumat og stuðningur á grunnskólanum og það er kostnaðarmat á næsta ári. Það getur verið til hækkunar eða lækkunar en það verður þjónustumat og stuðningur metinn á næsta ári. Það er ekki neina breytingar sem við sjáum fyrir okkur á tónlistarskóla eða félagsmiðstöð, það verður óbreytt. Það verið að horfa til þess að minnka opnunartíma sundlaug en endanleg ákvörðun verður í apríl 2025. Höfðaborg, þar er það þjónustu við aldraða, þar er verið að skoða áhrif þess að hætta þjónustumat og helgar og endanleg ákvörðun það mun liggja fyrir á fyrrihluta næsta árs. Það er afmörkun og tíma vinnuskólans. Það er í þessum þýra áhaldhúsi, ráðhúsið, það er fækkað um eitt stuðgildi í ráðhúsinu, Amtsbókasafnið, minni opnunartíma og fleira. Ef það tekur töluna sem er þá hægra megin í þá stærri þá herri töluna, þá erum við með aðhaldsaðgerðir sem eru þá kostnaðarmetnar á 50-60 milljónir en ef við förum í minni töluna þá er þetta kannski lægra svigrúm, kannski 20-30 með öllum, en þetta eru þá aðgerðir sem verða þá til skoðunar á næsta ári. Fyrir utan náttúrulega búið að taka ákvörðun að fækka með stuðgildi í ráðhúsinu og afmarka tíma vinnuskólans og ákveðna þætti en það sem snýr að Höfðaborg íþróttamiðstöðinni og leikskólanum, það er ekki búið að taka ákvörðun það heldur er það til skoðunar en er samt eitt af því sem er verið að skoða á fyrirhluta næsta árs sem lið í aðgerðaáætlun sveitarfélagsins aukið aðhald í rekstri. En hérna er sögulegt yfirlit yfir rekstrarniðurstöðu 2006-2023 ásamt áætlunum 2004-2027 en auðvitað ber að taka fram að það er svolítið bjöguð árin 2026-2028 er ákveðin sala á eignum sem er að skekkja stöðuna þannig að þetta er ekki eins mikill ábati af rekstri eins og þess að súli gefa til kynna en þótt við séum rekstrarlega stefna í réttari átt heldur hefur verið undanfarin ár enda líka leið og verðbólgan lækkar hjá okkur þá styrkist rekstrar niðurstaðan eins og gefur að skilja. Við höfum bara verið að taka okkur högg núna síðustu árum frá COVID-árunum eins og þið sjáið og þarna er líka náttúrulega árinni kringum hrunið þau voru okkur mjög erfið enda líka verðbólga þá mjög há. Hérna er bara til þess að, og þetta er bara samkvæmisleikur í sjálfu sér. Ef maður uppreiknar þarna er rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins uppreiknuð með við tekjur 2005. Þetta er ekkert einhvers vísindi, þetta er bara til þess að gefa sér einhverja tilfinningu fyrir umfangi rekstrarniðurstöðunnar. Og hérna er bara tekið frá 2002 og af hverju tekið 2002? Það er bara til þess að sýna fram á hvað áfallið var mikið hjá sveitarfélaginu 2002 þegar skelin hrundi. Þið sjáu hvað það er að gerast þarna frá 2002 til 2006 og eiginlega alveg fram að efnahagshruni. Það kemur áfall og ný áfall, við erum að réttu kútnum og kemur annað áfall. Þetta er svona í nokkuð grunni til það sem er að gerast og kannski 2008 og 2020 og 2021 það er fólksfækkun að það líka kom inn í þetta mikil verðbólga sem skýrir náttúrulega þessar rekstrarniðurstöðu þarna á þeim árum. Það er kannski ekki eins mikil skýring þarna 2002 til 2006 þá er að segja verðbólga. Þetta eru rauntölur á lántökum sveitarfélagsins og frá 2006 og þið sjáu þarna ákveðin toppar sem eru þarna á lántökum og auðvitað sögulega skýringar af því sem gefur að skilja. Við vorum að fara í leikskóla og fjárfestingar og gangi gegnum alls konar hluti hérna á þessum árum í rekstri sveitarfélagsins. Og ef maður uppreiknar þetta aftur í svona samkvæmisleik sem er bara samkvæmisleikur að uppreikna með við tekjur sveitarfélagsins í ár. Þannig til þess að gefa einhverju mynd af því hvað lántakan sem það næst eru 250 milljónir í sögulegu samhengi með í hlutfalli tekjur. Þá er myndin okkur niður svona. Í sögulegu hlutfalli kannski ekki rosalega há en það segir kannski ekki alla söguna eins og ég segi. Auðvitað, ef við værum að byggja nýja leikskóla núna þá væri auðvitað ekki 250 milljónir króna lántaka. Heldur væri þá frekar milljarður.
og við værum góð ef við myndum sleppa þeim milljarð. Og ég segi það bara því að leikskólinn var það 2006-2007, við notaðum það sem dæmi. Nú, hvar stöndum við svona samanburði önnur sveitarfélög? Og hérna er bara ágætis yfirlit sem að sýnir það. Við erum þessi guli hringur þarna, eins og við sjáið, og sveitarfélög víðs vegar um landið er þarna í skuldarhlutfallsflokki milli 100 og 150. Við erum kringum 130, ég maður rétt, í skuldarhlutfalli, skuldarviðmiðið kringum 110%. Nú, hérna er skuldir per íbúa á öllu landinu, við erum svona, ef við tökum A og B hluta þá erum við 2,4, ég maður rétt, per íbúa og erum þá á sama stað og þessi hringir hérna allt land. Og hérna er síðan veltufé í hlutfalli við tekjur og þetta eru svona nokkurn veginn svona sömu gulu hringinir svona yfir landið sem poppa upp. En þetta er það sem við höfum verið að reyna að vinna, að reyna að hækka veltufé frá rekstri, hlutfalli við tekjur undanfarin ár og svona reyna að halda lántökum eða reyna það að halda lántökum í lægri kantunum þrátt fyrir þær fjárfestingar sem við verið að fara í. Þetta eru áætlaðar skatttekjur. Árunni samtals skatttekjur eru 1,9 milljarðar rúmur og hérna er málaflokkayfirlitið til að sýna fram á svona heildarmynd sveitarfélagsins og þetta er nú bara hjartað í sveitarfélaginu hér. A-hlutin er þá sá hluti sveitarfélagsins sem er rekinn af skattfé og B-hlutin, sjóður B-hluta, er þá B-hlutafyrirtæki sem eru rekinn með þjónustugjöldum og eins og við sjáum þarna þá er hlutfallið náttúrulega mest í félagsmálum, fræðslu og uppbyggðismálum hjá okkur. Síðan eru íþróttamálin næst og síðan félagsþjónusta stór líka. Og við sjáum með þessa forsendur þarna sem eru á málaflokkayfirlitinu þá er A-hlutinn að skila 1 milljón hjá hverjum rekstrarniðurstöðu ef allt gengur óskum. Nú B-hlutinn í samtals með 39 og svona heildarrekstrarniðurstaða A og B-hluta er þá jákvæður 57 milljónir gangi áætlanir eftir með þessum og gangi þessar áætlanir eftir þessum við reiknum með. Nú hérna sjáum þið skiptingu á þessum kostnaði, ef við tekum bara allan kostnaði sem við vorum að tala þá er að tala A-hlutan, þetta eru deildirnar sem eru hérna á vinstra megin á slæðunni. Þá málaflokkarnir í aðalsjóði, ef ég tek rauninni bara þessar tölur sem eru þá rauðu tölur hægra megin, þá málaflokkarnir hjá aðalhlutunum og setja þá svona í svona köku, að þá sjáum við að fræðslu og uppbyggðismálin eru þarna 51%, félagsþjónustan er 7% og síðan eru æskulýðs- og íþróttamálin 6%. Þetta er þarna náttúrulega íþróttahúsið stærsti liðurinn og sundlaugin stærsti pósturinn þar en undir þessu 12% er þetta líka exit félagsmiðstöðin. Þetta gefur svona ákveðna mynd af því hvað í hvað fjármunirnir fara sem og þessi mynd hér og því sjáum við til að mynda að fræðslustofnanirnar eru með 984 milljónir og launakostnaður þar er nærri 800 milljónir og eins og þið munið þegar ég nefndi áðan útsvarstekjur sveitarfélagsins að þá er nokkurn veginn á pari útgjöld í fræðslustofnana og útsvar sveitarfélagsins. Þannig að allt annar rekstur er annars vegar með þjónustugjöldum eða þjónustutekjum eða þá fastarsköttum og lóðargjöldum og þeim tekjum sem fór yfir áðan. Nú, markmið með fjárhagsáætlun 2005 er að tryggja jafnvægi í rekstri. Að framleiðin verði 15% sjáið þá þessa liði merkta þarna með 1, 2, 3, 4, 5, 6. Að framleiða hlutfall verði 15% í árslok 2025. Það er þá liður 2 og við erum þar í 13%. Við náum, ef allt gengur óskum, náum 26 kannski framleiða hlutfalli nálægt þessu. Veltufé frá rekstri að heildartekjur sé hærri 9% og við erum þarna með veltufé frá rekstri í hlutfalli við heildartekjur eru þarna að vera 12%. Það fer hækkandi með árunum og kannski ekki erfitt að miða við COVID-árin. Eiginlega bara ekki hægt, það er ekki sanngjarn samanburður.
Veltuhlutur nálgist 0,7% og rekstur skili nægilegum fjármunum til að standa undir afborgun langtímalána. Það er þá liður 5 og sjáum við það er þannig þar. Þannig að það er þýðum með öðrum orðum að reksturinn er sjálfbær samkvæmt þessum forsendum og skuldamið samkvæmt sveitarstjórnarlögum væri kringum 110% 2025 og verði komið í 82% 2028. Nú síðan sjáum við þarna kannski þessar lykiltölur sem að ég myndi segja væri þarna veltu fyrir rekstri sem voru 307 milljónir 2003 og 255 2004 samkvæmt útgönguspá og 306 milljónir á næsta ári. Þannig að og meðan að afborganir langtímalána eru þarna 219, 248 á næsta ári, fer síðan hækkandi og endar í 300 2008 og markmiðið alltaf fyrst og fremst að reyna að halda veltu fyrir rekstri þannig að það sé eins langt frá afborgun langtímalána í fjárhæðum þar sé hærri þannig að reksturinn sé sjálfbær og skili einhverju meira til fjárfestinga til viðbótar eða það þurfi ekki að taka lán sem er þá lántíma markmið. Nú ég var nú búinn að fara hérna yfir þessar tölur áðan sem var svona rekstrar niðurstöðunar og ég var búinn að tala þessar tölur hér síðustu 20 árin. Nú hérna eru rekstrarjöfnuður og skuldaviðmið og því sjáum við á þessum tölum þarna alveg svo myndin áðan að samkvæmt áætlun þá næst þarna jafnvægi í rekstri árin 2025 en við þurfum að vera komið með jafnvægi rekstri árin 2026 af því að þetta eru jafnvægisreglum að tekjum sambandi í COVID-faraldrinum sínum tíma og ætla að verði vonandi þá bara á næsta ári verði þá fyrst skipti sem ég nefni ekki kannski COVID-faraldurinn í yfirferð fjárhagsáætlun hugsanlega, ég lofa engu en skuldaviðmið er þá þarna á hægra megin á slæðinni og það er að svona þróast og þokast í rétt átt og ég kannski sýnir mynd af súlurit yfir það þessu eftir þannig að fá betri tilfinning fyrir því hvernig svona heildarstaða sveitarfélagsins er að þróast en auðvitað er alltaf erfitt að setja fram svona einhverjar súlur og hérna línurit og segja að þetta sé bara staða því að hún er alltaf flóknar heldur kannski bara svona einföld framsetning. Nú áætlaði tekjur aukast 2,6% á árinu og aukast 5,1 til 7,1 gangi áætlaðinu eftir. Þetta eru þar líka sala eigna sem að bjaga eins þetta. Framlegin er samanskapi að hækkandi en aftur gerir ráð fyrir að þessi líka sala eigna sem að hafa einhver áhrif á það. Ég fór nú í fyrra eða í ásanningsumræðinni og nú ætla að nota þessa aðeins glæru til þess að gefa aðeins innsýnin í svona hvað er búið að gerast hjá sveitarfélaginu svona síðustu árin. Það er alltaf gott að vita svona hvað er að gera það að verkum að við erum þar sem við erum núna og tekjurnar eru þróast eins og það eru þróast, útsvarstekjurnar og hérna er fjöldi einstaklingar starfandi í sveitarfélaginu og það er bara eðlilegt að þegar okkur fækkar þá fækkar fjöldi einstaklingar sem starfa í sveitarfélaginu eykst þarna frá 2016 til 2020 en síðan þarna 2020 og 2021 þá falla þessar tölur og það þýðir að það voru færri einstaklingar hérna vinnandi einstaklingar sem að skýrir þá að útsvarstekjur sveitarfélagsins voru í krónutali lægri 2020 heldur 2019 og langt undir þeim áætlunum sem við gerðum þá 2021 líka. Nú ef við förum svona í ferðaþjónustuna sama sagan að það kemur aukning í ferðaþjónustunni upp í 2012, 13, 14 og byrjar ferðaþjónustuna að taka svona skref upp á við og eflast mjög hratt á Íslandi og hérna sjáum við það birtast í hérna launagreiðslum eftir atvinnugreinum hjá okkur hér, fjölda einstaklingar starfandi þá í ferðaþjónustu og síðan hvað gerist þarna í faraldrinum og þá poppar þetta niður og síðan er að koma aftur upp. Nú hérna sjáum við líka ef við horfum frá 2008 og til ársins í dag hvað er að gerast, hvað varðar breytingu á við hvað einstaklingar í sveitarfélaginu að starfa við. Fiskvinnsla var hérna megin þáttur atvinnulífs á síðustu öld og þið sjáum síðan bara hvað 2008 hvernig það er búið að þróast og það er fækkun á fjölda einstaklingum sem starfa í fiskveiðum eða fiskvinnslu og auðvitað hefur það líka áhrif til dæmis á
á meðaltals útsvar sveitarfélagsins því að það eru hærra meðaltals útsvar sem að einstaklingur greiða almennt í fiskveiðum heldur en í ferðaþjónustu. Getur verið eitt dæmi það af hverju útsvar sveitarfélagsins aðeins að veikjast þrátt fyrir að við okkur aðeins að fækka, svona í hlutfalli. En aftur á fjárhagsáætluninni, hérna er bara efnahagsreikningurinn, samandreginn A og B hluti og þarna sjáum við hvernig til að mynda varanlega rekstrarfjármunir að aukast og eignasafnið að stækka með auknum fjárfestingum. En ég veit að ef við myndum horfa á raunvirði, þá er raunvirði töluvert hærra heldur þetta. Þeir innviðir sem við eigum í dag, sem sveitarfélagi eða í samfélaginu, þá held ég að raunvirði þeirra innviða sé töluvert hærra en bókart virði. Nú, og ef við förum síðan yfir í efnahagsreikningi þá eigið fjár skuldir og þá sjáum við kannski ef maður horfir á einhver tölu sem að fólk hefur áhuga á að horfa í öllum þessu talnaflóði, þá oft að horfa á skuldir við lánastofnun og aðrar langtímaskuldir. Það er svona vinsæl lína að horfa á og þarna sjáum við hvernig skuldirnar að þróast 2 milljarðar, 2,2, 2,2 og 90 og síðan lækkandi 2026, 7 og 8 gangi áætlanir eftir og þá komin í 1,8 milljarð þannig 2028. Nú hérna kannski var einn myndir sem ég var að tala áðan til að sýna ykkur svona bara hvernig við erum að þróast hérna hvað varðar skuldahlut og skuldaviðmið og það alveg út að segja að við erum á réttri leið bæði hvað varðar skuldahlutfall og skuldaviðmið en það náttúrulega sambærilega tölur heildartekjur deilt með skuldum og heildartekjur deilt með skuldum að frádregnum ákveðnum liðum hvað skuldaviðmið varðar og það er skuldaviðmið sem má ekki vera hærra en 150% samkvæmt eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, reglugerð fjármálum sveitarfélaga sem eftirlitsnefndin hefur eftirlit með og við erum þá cirka núna í ykkur 110% og þetta hefur það líka áhrif að ef við erum með lægra útsvar á þessu ári heldur en áætlunin gerir ráð fyrir þá hefur það líka áhrif til hækkunar. Þetta með lægri tekjum er hærra hlutfall eins og gerist 2020 eins og ég fór yfir áðan þegar við missum tekjur 2020 þá hækkar náttúrulega skuldahlutfall og skuldaviðmið, poppar það upp, síðan koma tekjur aftur inn og þá lækkar það niður. Þannig að þetta er allt bara einhverja kennitölur sem að reyna að átta sig á svona heildarmyndinni og hún er einhvern veginn svona. Og hérna síðan lántökur og fjárfestingar og hérna sjáum við til dæmis að 2020 þar eru fjárfestingar mun lægri heldur en lántökurnar sem segir okkur það að tekjunum voru ekki nægar til standandi fjárfestingum þannig við hafa verið að reyna að brúa bilið með lántökum og líka til þess að greiða á lánum og sama er að gerast þarna cirka í hruninu og eftir hrun að það er verið að reyna að halda dampi, gerir ég ráð fyrir og meðan að á öðrum tímabilum þarna er svona nokkurn veginn samhljómi milli fjárfestinga og lántöku hjá sveitarfélaginu. Það er að við erum að taka lán til þess að fjárfesta í einhverjum innviðum eða þeim innviðum sem að fólk telur mikilvæga hverju sinni. Nú, þetta eru þá fjárfestingar á B-hluti 2025-2028. Það er gert ráð fyrir heildarfjárfestingum með 1,3 milljarða en ég myndi horfa frekar á fjárfestingarhreyfingar því inn í þessu sala eigna og þannig að fjárfestingarhreyfingar eru 636 og lántaka á sama tímabili 250 milljónir og ég fer aðeins yfir þessar sölu eigna þarna eftir í dálkinu þar og hvað það er að segja, hvað sögu það er að segja. Nú síðan eru þetta fjárfestingarhreyfingar í svona súluriti hægra megin á slæðinu. Og lántaka. Já. Herðu, bara svona að lokum, það geta að hafa þetta mikið lengra, en þetta eru fjárfestingarnar sem var farið í árið 2024. Víkurhverfi, Höfðaborg, Stígagerð, Sundlaugin og
aðstæða fyrir tjaldgesti, það er samstarf við golfklúbbinn, aðstæða skógrækt, fyrir hluti sem er í vinnslu núna, gjalddagar bílastæði og reyndar lítil fjárfesting í því en samt sem áður stefnumarkandi því að það var nú fjárfestingur á sínu tíma að fara í malbyggið á hafnarsvæðinu. Náttúrulega setti ný klósett á skildi og það er svo líka til viðbóti þetta náttúrulega tónlistarskólinn og allt viðhaldið og enduruppbyggingin sem átti sér stað í tónlistarskólanum sem vantar á þennan lista og síðan eru náttúrulega fleiri hlutir sem vantar á þennan lista. Nú það sem er verið að horfa til á næsta ári er þá fyrsta lagi það að verið að stefna því að reyna að mæta húsnæðisþörf grunnskólans en það eru nokkrar hugmyndir sem að liggja þá fyrir í þeim efnum en bæjarstjórnin hyggst ræða það við skólastjórnendur og kennara starfsfólks skólans þá hver endaleg útfærslan myndi vera í þeim efnum. Nú það gert ráð fyrir að hluta víkurhverfisins verði þá malbyggaður, yfirborð og malbygg, miskunnað hluta víkurhverfisins. Hluti Borgarbrautar er þá endurnýjuð lagn og yfirborð, það er þá ekki langur kafli sem er þarna inni en miskunnað sem er ákveðið er þá bara frá aðalgötu og fara með íþróttamiðstöð eitthvað svoleiðis. Sá afmarkaði hluti sem er kannski meira fast í hendi heldur en annað. Nú umferðaröryggi verið að bregðast við meðal annars ábendingum íbúa við fjárhagsáætlunarvinnunni vinnunni með að mæta umferðaröryggi meðal annars á Silfurgötu með svona ákveðum aðgerðum sem eru þá fyrsta lagi bráðabirgða aðgerðir en síðan hugsanlega tekin ákvörðun með það síðar hvort það verði varanlegar en það er seinni tíma ákvörðun. Nú skjöldur eru þá fjárfesting í lausafjármunum og aðstöðu. Nú áfram eru við að horfa til þess að byggja félagslegt húsnæði í Víkurhverfi og selja það á Skúlagötu 9 og hefa það þarna inni bara til upplýsinga og áminninga. Nú íþróttahús, það er þörf á nýju parketti og þetta er svipað með sundlaugina í ár. Búið að fresta dúknum þar töluverðan tíma og sama með parkett, það er búið að fresta því í töluverðan tíma og það er eiginlega bara komið á það stig núna að það sé nauðsynlegt að mati þeirra sem að vel best þekkja til að þetta sé bara orðið nauðsynleg aðgerð og við það þarf að bregðast við strax. Nú pottarnir á sama skapi eru svona á sömu nótum og hitt. Það er búið að vera að tala um þetta svolítið tíma og það þarf að klára það og síðan er búið að fjármagna sálnuna að mestu leyti með eigin fé í samskoti íbúa. Þannig að sveitarfélaginu með litla fjárfestingu í sálunni. Nú þakskipti til dæmis þarf að horfa til þakskipta á Höfðaborg, tónlistarskólanum og Áldósi og þetta verður náttúrulega endanlega ákvörðun náttúrulega bara starfsmanna sveitarfélags fagaðila á þessu sviði, byggingafulltrúa sem leggja þá þetta til og ég gerir ráð fyrir að þessi þörf á þessu en áhaldahúsið hefur svo sem verið á síðustu árum, spurning hvort að það sé brugðist við því strax eða bara fókusur á Höfðaborg og tónlistarskóla. En þetta er þá gert ráð fyrir þessu inn í áætluninni. Höfðaborg ýmsar breytingar en stóra breytingin er svo að það er ekki verið að fara í breytingar á eldhúsinu. Þeim hluta núna heldur er honum frestað, minnstakosti fram til 2026 og það er kannski stærsta breytingin hvað var að Höfðaborg en hins vegar er verið að klára ýmsar breytingar eða bara klára það sem var byrjað á þessu ári, það er að segja fyrstu hæðina og þessi rými sem er þá klósettið niðri sem dæmi sem er þá fyrir þá Höfðaborgarsal, aftanskinn salinn og þessi rými sem eru þarna á neðri hæðinni hjá aftanskinn salnum eða setrinu, svo að kallast í dag. Stígagerð og umhverfisverkefni, samstarfi við skógræktarfélagið í þeim efnum, aðstæði skógræktinni og seinni hluti er þá bara að klára það sama, við erum ekki að tala um að fjárfesta í stóra húsinu sem var til umræðu, heldur bara að klára þessa aðstöðu sem við erum að byrjaði núna á að reyna að klára og hvort að það detti inn á þetta ár eða hluti á næsta ár en það er samt
verið að vinna þarna með að klára þessa bráðabirgðaaðstöðu þannig sé klósett upp inn í skógræktinni. Aftur minni bara gjaldtöku á bílastæði og hafnarsvæði og síðan LED-væðing ljósastaura og stofnana eitthvað sem hefur langtímaverkefni sem hefur verið unnið að síðust ára. Þetta síðan einhver sem hægt að skoða og endurskoða mun náttúrulega vera tekið til skoðun bæði hvað var gatnagerðina og skólana gerir ráð fyrir eins og ég nefndi áðan. En auðvitað kannski segir þetta kannski ekki alla söguna hérna hvernig þetta skiptist upp og flokkað. Til dæmis hluti af því sem hefur bókað þarna á 20 milljónir sem þá kannski meira tengt grunnskólanum og þeim breytingu sem á að vera til þess að mæta grunnskólanum eða hvort sem að það verður farið þá fjárfestingu eða þá mætt grunnskólanum með öðru móti til þess með færilegum kennslustofum eða hvernig sem það verður. Það útfærslaatriði sem unnið með skólanum þá í upphafi næsta árs með það markmið að reyna að finna þær lausnir og reyna að mæta þeim þörfum best sem að eins vel og hægt með við þá núverandi þarfir skólans. En annars þetta svona samkurt af þessum fjárfestingum sem ég var að fara yfir áðan og þetta svo sem ekki heilug mynd hér en kannski bendi á þetta sem ég nefndi áðan varðandi sölu eigna og það alltaf þessi sala sem þarna 60 milljónir, 140 milljónir, 250 milljónir sem 2026 til 2028 sem þetta getur skekkt á ákveðna mynd sko. Það þarf ekki einhvern veginn að fela það en það bara þarna. Og ástæðan fyrir því það ennþá stefnt að tónlistarskólanum hann 2028 en auðvitað forseta fyrir tónlistarskólanum svo að hinn sé seldur en þetta eitthvað sem að hefur verið stefnumarkandi bara frá því að sveitarfélagið sameinast og hefur þetta hangið inni en ástæðan fyrir það inn og úti bara til þess að hafa ekki áhrif á handbært fé. Eitthvað ára handbært fé að hafa það inni og ykkur lántökur til lengri tíma því að ef þú ert ekki með það inn og út sölu á móti að þá ertu svolítið að skekkja ákveðna mynda því að það verður alltaf að selja nú er þetta byggingu með þá þeim byggingareitur sem þarf að búa til þá í kringum þannig að salan á að fjármagna stæðstum hluta afmarka byggingu tónlistarskólans sem þá ekki samkvæmt þessu núverandi teikningum heldur þá ekki stóra bygging heldur verið aðeins afmarkaðri bygging sem náttúrulega ekki búið að kostnaða með þetta þannig að þetta svolítið skot út í lofti. En ef ég þá klára hérna að lesa þá yfir greinargerð vegna fjárhagsáætlun 2025 við lokið kannski þessari yfirferð yfir helstu lykiltölur og helstu þætti í fjárhagsáætluninni þá kannski bara lokum þetta hér. Og ef ég lesi þetta bara í heild sinni upp Fyrir bæjarstjórn lögð fram til síður umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2005 og 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 ásamt gjaldskrám sem við fórum yfir áður fyrir 2005. Einnig lagði fram umsagnir fastanefnda fjárhagsáætlun gjaldskrás og samantekt sem byggðir á fjárhagsáætlun 2005 til 2028. Áætluð sameiningarframlög frá Jöfnunarsjóði nema 270 milljónum árum 2005 til 2028. Fjárhagsáætlun ársins 2005 til 2008 unnin út frá forsendum og markmiðum sem að bæjarstjórn setti sér og hefur þeim svona með áhættubreytingum sem fór yfir áðan verið fylgt við vinnu við fjárhagsáætlun gerð. Í fyrirgefndri fjárhagsáætlun lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gætt aðals og ábyrgðar í rekstri bæjarins á sama tíma og þjónusta við bæjarbúa verða eins og best verða á kosið. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 56 milljónir árin 2005 og áætlað veltufé á rekstri hækki 51 milljón króna úr 254,6 milljónum
árið 2004 í 305,9 milljónir árið 2025. Markmið fjárhagsáætlunar 2005 til 2008 er að tryggja jafnvægi í rekstri á tímabilinu. Það er að heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögum reglulegum tekjum. Framleiðan hlutfall verði 15% að jafnaði, að minnst 15% ef nálgist það og mun nálgast það þá þegar líður á. Að veltufjár hlutfall verði 0,7%, handarfé verði á bilinu 120 til 130 milljónum króna í árslok 2005 og rekstur skili nægilegum fjármunum til standandi afborgunar langtímalána. Fjárfestingaráætlun gerir ráð fyrir að heildarfjárfesting tímabilsins 2005 til 2008 nemi 656,5 milljónum, lántaka 550 milljónir og afborgun nemi í kringum milljarði. Gangi áætlanir eftir mun skuldahlutfall og skuldaviðmið sveitarfélagsins lækka og gera áætlanir ráð fyrir að skuldaviðmið verði kringum 109% strax í lok næsta árs og 81% í árslok 2008. En í sveitarstjórnarlögum kveða á að heildarskuldir og skuldbindinga á B-hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en 150% af reglulegu tekjum. Í forsendum er gert ráð fyrir 3,8% verðbólgu fyrir ár 2005, 2,7% árið 2006, 2,5% árið 2007 og 2,5% árið 2008 í samræmi við þjóðhagsspá sem gefin er út af Hagstofu Íslands. Gert er ráð fyrir að meðal raunvextir lána verði 2,6% á árunum 2005 til 2008. Auk framangreins gera forsendur ráð fyrir því að gjaldskrá sveitarfélagsins muni almennt hækka 4%. Samkvæmt tillögu framkvæmdir og fjárfestingar á næstu árum er gert ráð fyrir, svo áður sagði, 336 milljónum. En ef maður horfir á 2005 lögð áhersla á fjárfestingu í innviðum og bættri þjónustu við íbúa og það er kannski það sem ber þar hæst er að á næsta ári er stemt að því að koma til móts við húsnæðisþörf grunnskólans í Stykkishólmi. Þá er stemt að gatnagerð í Víkurhverfi að hluta og Borgarbraut að hluta eins og ég fór yfir áðan ásamt ákveðnum fjárfestingum í umferðaröryggismálum. Þá er stemt að uppsetningu á nýju parketti í Íþróttamiðstöð Stykkishólms, setja nýja potta og sána í Sundlaug Stykkishólms, skipti á stofnunum og fleira. Í áætlunum er reynt að lágmarka nýja lántöku næstu 4 árum en gert er ráð fyrir þessum 550 milljónum í lántökur. Umræddar fjárfestingar á næstu árum er að jafnframt fjármagnar á bilinu 305 til 342 milljónum með veltufjár rekstri á árunum 2005 til 2008, handbæri fé sveitarfélagsins en áætlanir gera jafnframt ráð fyrir því að fjármagna framkvæmdir að hluta með sölu eigna. Og þetta eru helstu fjárfestingar þá, grunnskólinn, stefna að mæta húsnæðisþörf, hluti af Víkurhverfi, það er yfirborð og malbygg, hluti borgarbrautar, endurnýjun lagna og yfirborð, umferðaröryggi meðal og Silfurgötu, skjöldur, fjárfesting í lausafjármunum, uppbygging félagslegs húsnæðis, íþróttahús, nýtt parkett, sundlaug, nýju pottar og sána, þakskipti, Höfðaborg, stígagerð, uppbygging í skógræktinni og letaði ljósastaurum og stofnana. Og helstu lykiltölur eru þá eftirfarandi. Ef við horfum aðeins og fyrst, tekjur 2,4 milljarðar, gjöld 2,2 milljarðar, rekstra niðurstaða jákvæði milljón, veltufé frá rekstri 229 milljónir, afborgun langtímalána 226, handbært fé 104 milljónir. Fjárhagsáætlun B-hluta er þá rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs, hagnaður upp á 7,7 milljónir, fráveita hagnaður upp á 25 milljónir, félagslegu íbúðir 3,5 milljónir, jákvæð niðurstaða áætluð, búseturéttar íbúðir 1,8 milljónir, jákvæð niðurstaða áætluð, Náttúrustofa Vesturlands 900 milljónir, veltufé frá rekstri 777 milljónir, afborgun langtímalána 21,5 milljónir króna. Ef við tek þá fjárhagsleg samstæðu sveitarfélagsins, tekjur 2,6 milljarðar, gjöld fyrir afskriftur fjármagnsliði 2,3 milljarðar tæpir, fjármagnsgjöld 177 milljónir 690.000
og rekstrarniðurstaðan þá jákvæð á B-hluta sem nemur 57 milljónum tæpum, veltufé fyrir rekstri 306 milljónir tæpar, veltu afborgun langtímalána á B-hluta eru 246 milljónir, handbært fé í árslok 123, nærri 124 milljónir. En fjárhagsáætlunin var unnin í góðri og mikilli samvinnu bæjarfulltrúa hann hefur myndast ágætt samstaða og vil ég þakka bæjarfulltrúa gott samstarf og þakka þeir fjölmörgu starfsmenn sveitarfélags sem lögðu sín lóð og vogarskálarnar í þessari vinnu. En hér með líki það yfirferð minni fjárhagsáætlun 2025 og áætlanir 2026 til 2028. Já, ég vil þakka Jakobi fyrir greinargóða yfirferð og minni á þá sem horfa á útsendingu að þú geta spóla þegar þetta er búið, það geta spóla aftur bak og horta á það aftur og pásað og rýnt í tölur. Þetta er mikið magna af upplýsingum og mikið magna af tölum. En takk fyrir frábærar útskýringar. Orðið er laust. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ílista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka bæjarstjóra fyrir yfirferð og gögn. Gögnin verða alltaf betri og það er að spyrja forseta bæjarstjórnar hvort að þeir áhorfendur sem eru að horfa á og að fara tilbaka til þessu horfa geti hægt á þessu. Því að þetta var bæði svolítið langt og ótrúlega mikið magna orðum held ég. Ég skora á að taka gervigreind og láta telja orðin sem fóru þannig að fram. En auðvitað er þetta víðfeðmt og þarf að fyrir yfir það. Mér langar aðeins, við lentum í smá óhappi hérna með leiðréttingu á fjárhagsáætluninni sem er mjög vont og á vondum tíma. Það vildi svo til að það kom skekkja inn í skjalið og það olli því að það þurfti að gera leiðréttingar sem var nú umtalsverð og hvort það var 70 milljóna króna skekkja og það þurfti að bregðast við því með því að leiðrétta. Þetta er auðvitað mjög erfitt með svona stuttu 4 ára og það er þannig að menn breysti því með því að hækka lántökuna í því til þess að láta þetta passa, þetta þarf náttúrulega að passa þetta skjal sko. Ég óska nú kannski eftir því að við aðeins setjumst niður eftir áramót og ræðum aðeins sko það sem var gert og verið aðeins farið í fjárfestingaráætlun og lántökuna út frá því sko. Auðvitað segi ég þetta því að mér finnst lántökuna að vera rífileg og þú talar það að þetta hefur verið góð vinna í vinnuhópnum, sannlega var það, þetta er orðið ágætis form hjá okkur og við erum að bæta þetta. Það er farið yfir hluti og þetta er víðfeðmt. Það er nú samt þannig að við erum ekki sammála allt. Og við erum sammála margt og þetta er auðvitað eitthvað sem er og við eigum kannski ekki að vera alveg sammála sko. Það er bara þannig að maður hafa mismunandi skoðanir. Mér langar aðeins að fara í þessi áætlun. Ég kíkti þetta púltarna sem við fórum yfir í fyrra og margir af þeim eiga svolítið við ennþá. Mér langar aðeins að benda á að það er svona bót í áætlun á vissu leyti en það er líka alveg rosaleg bjartsýni. Og í fyrra var sett inn að þetta vera lántöka á tímabilinu 2024 til 2027 á 330 milljónir. Lántöka síðast árs átti að vera 130. Við komumst ekki langt í það ár því að þá þurfti að taka afturlán og hún endaði í 280, þannig að þá var eftir 50 milljónir á lántökum þessi 4 ára ef við varum að skoða það. Það sem var kannski góða við að minnst að það við værum að reyna að stemma á lántökuna og reyna að gera þetta meira á eigin vegum og sníða okkur stakkandi vexti sem við þurfum að gera. Sko innviðaskuldin er risa stór og það er rosa freistandi að gera þetta allt. En núna er verðbólgan að koma niður og það er lag að nýta tímann til þess að reyna að ná lántökunum niður en samt geta fjárfest. Og við þurfum að skoða það og vera virkilega með það sem fókus.
það skiptir máli. Lántaka núna 2025-2028 er samkvæmt mínu 555-605 milljónir, bæjarstjóri sagði 550 áðan, ég reikna með það sé miðað við fyrri áætlun áður en við leiðréttum sko, eða brugðumst við þessu. Þannig að ég ætla að reyna að hafa þetta svona pólitískt rétt og segja þá að þetta sé 550-600 milljónir. Ég er smá tæknilega með örðuleikum hérna, það er ykkur að við þurfum alltaf að lækka okkar lántöku og lækka þetta því þetta hefur rosalega áhrif þegar verðbólga fer upp og það þarf að ná sem við þurfum að áhættan er of mikil og það er ekki mikið svigrúm til að bregðast áhættan þegar þetta fer upp og þess vegna held ég að við erum að fókusa mjög á þetta. Eins og kom fram þá var áhættu sali eigna þarna, hún var 450 milljónir, hún var það líka í fyrra, þannig að allur pakkinn var bara færður til og það er það sem að hefur svolítið verið að gerast, ég ætla að koma aftur að því og eftir. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt, það var einn bæjarfulltrúi hérna á afmæli og hann var svo óheppinn að það er fjárhagsáætlun sem tekur mjög langan tíma, hann þurfti að komast heim. Ég reyna að vera eins fljótur og ég get, en það er erfitt í þessum málaflokki. Það er þannig að við höfum verið að horfa á vexti og verðbætur, það er gott að horfa líka tilbaka þar. Við vorum alltaf með síðastliðin 4 ár. Miðað við það að vexti og verðbætur næsta ári er 163 milljónir, þá erum við að horfa á 876 milljónir yfir 4 ár. Þetta er rosalega há tala sem er að fara í það að vera með fjármagn í gangi, renta fyrir það að fara í framkvæmdir fyrr en seinna og við þurfum að meta það hvort að þetta sé þess virði. Ég myndi gjarnan vilja sjá þessar 876 milljónir í til dæmis skólanum eða einhverju öðru. Ég segi skólan núna af því að í dag finnst mér það fara að verða langt mikilvægasta verki sem við þurfum að fara í það að fjölga fermetrum þar og fara í aðstöðuna. Og ég veit að það verkefni er í gangi, við erum að skoða það og ég mæli með það verkefni að við byrjum bara rólega og gera það sem við getum og bætum svo við og fara í gott samtal við þá sem eru þarna. Auðvitað er það þannig að Víkurhverfi kallar á að það sé farið í frágang á því. Þannig að þegar maður segja A þá verður maður að segja B og ég hef ekki verið sammála því verkefni eða tímasetningu á því verkefni. Ég verkefni er gott sem slíkt. Þá er alveg ljóst að við verðum að ráðast í það verkefni og það er á dagskrá sannarlega. Önnur verkefni eins og malbikinu Borgarbraut sko, það Borgarbrautin lítur mjög illa út. Það er mikill ágangur á henni í þessari framkvæmd í Víkurhverfi. Og það að fara og það að fara að malbika yfir, það er svona spurning hvort að það sé gott að gera bara það, hvort það þurfi ekki að gera meira þarna og við þyrftum þá að hafa meira fjármagn til þess að gera þetta almennilega. En gatan er gjörsamlega í rúst. Ég ætla nú bara að því að mér finnst, ég er alltaf að stinga þessu að bæjarstjóra, þá vil ég ýta á hann að heyri í vegagerðum samt í malbikun frá Bónus og út úr bænum. Ég veit alveg að hann er að gera það, en þetta skiptir mjög miklu máli. Sá vegkafli líka orðinn mjög slæmur. Og þeir eru náttúrulega með sín ótrúlega stóru og miklu fjárframlög, þeim er nú ekkert það að vippa þessu niður. Aðeins að þetta hérna. Já, við erum náttúrulega, það var lagt til að fara í hagræðingu og ég er mjög sátt við það. Við þurfum að skoða okkar rekstur og hefum kannski átt að gera það miklu fyrr að reyna að fara þar í og vera með meiri hærri rekstrarniðurstöðu þar sko sem við þurfum á að halda. Ég var nú að pæli að bara lofa því hér og nú af því að bæjarstjórar er tíðrætt COVID, ég veit ekki hvort að COVID náði svona langt eins og það gerði en ef maður minnist ekki að COVID á næsta ári þá skal ég bjóða með kók og pilsu. En semst að fara í hagræðingu er eitthvað sem við verðum að gera, það er alveg klárt mál. Það er þannig auðvitað á næsta ári, 2026, þá lækkar framlag vegna sameiningar 46 milljónir. Við erum með lækkanir á útsvarinu núna. Hún er nú kannski ekki alveg rosalega, þetta er kannski 25-36 milljónir sem við horfum í dag. Það munar auðvitað það.
En það kannski ekki eitt sér ástæð fyrir því að fara í þetta og við þurfum auðvitað að skapa rými í rekstri til þess að geta minnkað lántöku og til þess að fá meiri pening í fjárfestingar beint úr rekstrinum sem kannski að helst auðvitað í hendur. Og varðandi það að þá með skuldarhlutföll og skuldaviðmið, það lækkandi hjá okkur. En í rauninni áhrifin hjá okkur, þau ekki mikil ef við horfum á, við skulum bara horfa á 2018, það sá tími sem við höfum verið hérna flest. Við fengum að sjálfsögðu lagabreytingu sem að lagaði skuldaviðmiðið og við tókum inn, við skulum segja dótturfélög, það að segja félags- og skólaþjónustu kom inn með tekjur og gjöld reyndar líka, en í þessu samhengi þá lækkar það skuldaviðmiðið og sama gerir Náttúrustofan. Þannig að ég held að við með manns horfa nær, það kemur líka, við getum að horfa okkur nær með það að kannski getum við bara gert betur og eigum að gera betur. Hvað það varðar þá eru fjárfestingar, hreyfingar á næstu árum, ég sá það ekki alveg en þær eru frekar litlar, þær eru rosalega miklar á næsta ári. Þá erum við að horfa á 280 milljónir. En svo þar þá detta bara 125 og 130 og 100 jafnvel sko. Ég held að við séum aldrei að fara í fjárfestingarhreyfingu á þeim árum enda það þannig að þessi 3 ár sem að hengdur aftan á það ár sem við erum virkilega að fókusa á hér, þau eru alltaf eins og þeim að einhverju leyti bara hagrætt. Og við höfum að hætta því, við höfum að reyna að lýsa framtíðina aðeins betur og fókusa betur á hvernig það er. Ég kem aðeins nánar á því í bókunni, ég ætla bara ekki að tala um það núna, það óþarft að títaka það. En það er rosalega gott að lækka skuldahlutfallið og það er flokkur sem við ætlum að standa okkur vel í og hafa metnað fyrir að gera. Bæjarstjóri sýndi hérna mynd það hvar við værum og við værum svona sirka í miðjunni með gulan hring ef ég man rétt. En það ef við viljum einhvers að skara fram úr, þá myndi ég vilja gera það þarna. Og fara yfir í bláan hring, þá fáum við miklu meira út í því. Ok, það er hans að renna þetta í punktar sem við setti, ég ætla að reyna að sleppa fyrir afmælisbarnið. Já, svo náttúrulega þetta sem við erum alltaf lent í, og þetta klemma sveitarstjórnarmanna. Það er semst innviðaskuld á móti veltufé fyrir rekstri. Menn vilja framkvæma mikið til þess að fara veltufé fyrir rekstri og það er ekkert gott að ná við það. Þannig að við þurfum að svona varallega að setja mörg verkefni í gang og ef þau eru færri þá getum við klárað þau frekar sko, það er ofta þeir að dragast alltaf lengi og sum klárast ekki. Til dæmis skólalóðin hjá okkur, hún fór í gang 2018 eða 2019, laði bara vera af stað, stoppaði og hefur svo setið á hakanum. Þá erum fara að spyrja eins og með fjárfestingu í skólanum hvernig maður nálgast það verkefni. Og ég held að við höfum að brjóta svolítið niður og taka í skömmtum og reyna að gera það svolítið á skynsemi og ekki fara í einhverjar dýralausnir sem hugsanlega verða svo til skamms tíma. Þá ætlum ég bara að taka bókunina hérna og fá að lesa hana. Fjárhagsáætlun fyrir 2024 skaut að okkar mati langt fyrir ofan marki fjárfestingum upp á 238,5 milljón og lántökum upp á 130 milljónir. Þurfti þó að bæta betur og auka lántöku í 280 milljónir í viðurkomu árinu til að standa undir framkvæmdum ársins sem enn á eftir að koma í ljós hvað voru miklar áhrif. Fjárhagsáætlun fyrir 2025 bætir betur og var upphaflega gert ráð fyrir 300 milljónir í fjárfestingum og lántöku upp á 200 milljónir sem nú hefur verið 200 milljónir sem hefur nú vegna leiðréttingar áherslu breytt í 280 milljónir í fjárfestingu og 250 milljónir í lántöku. Undirritað voru sammála áður en leiðréttingar komu fram að enn var að vera að skjóta langt yfir marki í fjárfestingu og lántöku og hvað þá eftir leiðréttingu. Enda ljóst að með þessu verið að auka skuldir sveitarfélaga við ættum að vera minnkaðir. Nauðsynlegt að styrkja bæði rekstur og efnahag sveitarfélaga svo að sveiflur í efnahaginu hafi ekki jafn mikil áhrif á okkur eins og síðustu ár og tryggja jafnara fjárfestingarstig með því að láta rekstur standa undir stærri hluta fjárfestinga og minnka árlega lántöku á móti.
Ljóst að sú aðgerð sem skilar sveitarfélaginu mestri arðsemi enn lækkun skulda. Sú aðgerð best að reyna til að styrkja sveitarfélög og koma í veg fyrir að fara þurfi í niðurskurð í rekstri ef efnahagsástand versnar eða ef til dæmis við stöndum ekki við með eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga sem verða afturvirkt 2026 og þurfum við núna strax að horfa til að tryggja að rekstur sveitarfélags geti staðist þau. Í fjárhagsáætlun einnig lagt til að hafa verið vinna við að auka hagræði í rekstri sem vel. Ljóst að framlag vegna sameiningar lækkar 46 milljónir 2026 og þarf að koma til móts við það og maður þarf að hugsa að vera tilbúin að ganga lengra. Tap búið að vera undanfarið 4 ár á rekstri sveitarfélagsins og það samtals 282 milljónir og þó útkomuspá gerir ráð fyrir að hagnað 2024 alls ekki víst að það gangi eftir og það gangi eftir þó það megi sannarlega vona. Það mótsögn í því að lagt sér til hagræðingar í rekstri og sama tíma sé auki í fjárfestingu. Nýjar fjárfestingar leiða til hækkunar og afskriftum í rekstri og því lítur þetta að einhver leyti eins og verið sé að hagræða í rekstri til að geta staðið til nýjum fjárfestingum. Hvað varðar fjárfestingar, þá verður bæjarfulltrúar að hafa bein í nefinu, sníða stakk eftir vexti og forgangsraðun. Hvað varðar hluta fjárhagsáætlunar fyrir 2026 til 2028 þá var hann settur þannig að hann skilar verulegum ábati í rekstri til framtíðar og byggi það á langstærstum hluta því að þar inni sal eign upp á 100 milljóna og sá hluti nánast óbreyttur frá því í fyrra og með sömu eign til sömu. Stór hluti þessi liggur í sölu á tónlistarskóla en ekkert sett í að byggja nýjan á móti. Augljóslega gengur það ekki upp þar sem að byggja þar upp aðstöðu fyrir tónlistarskóla fyrst og svo selja gamla tónlistarskólann. Ólíklegt verður að teljast að bygging tónlistarskóla veri ódýrari en sala gamla nema til komi verið skerðing á aðstöðu. Líklega er að ný tónlistarskóla verið dýrari og myndi það því auka lántökuna. Einnig eru aðra tekjur í fjárhagsáætlun að hækka meira en forsendur segja til Forsendur gerir ráð fyrir 4% hækkun á ári yfir tímabilið eða 12,5% samtals á yfir 3 ár. Sem myndi gefa 92 milljóna hækkun á þessum 3 árum frá áætlun fyrir 2025. Hins vegar hækkun í áætlun þessum árum upp á 11,8, 13,1 og 15,3% ári eða tæplega 46% yfir tímabilið og gera það 302 milljónir í hækkun sem aukning upp á 210 milljónir sem verður að teljast verulega hækkun. Undirritaðir munu greiða atkvæði á móti fjárhagsáætlun. Að öðru leyti er vísað til yfirferðar fulltrúa íbúalistans í upptöku af þessum bæjarstjórnarfundi. Að lokum þakka undirritaðir bæjarfulltrúum, starfsfólki og endurskoðandi sveitarfélaga fyrir sitt framlag við gerð fjárhagsáætlunar. Undir þetta skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnar Már Ragnarsson og Kristján Hildibrandsson. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Og þú varst með spurningum hvort það verður að spila ræðu Jakobs á hægum hraða. Ég get ekki svarað því. Ég er viss að tæknin hreyfir það örugglega. En ég er mjög fegin að geta hlustað á bókunina þína aftur og meldt hana. Ég er mjög hissa á þessari ræðu og þessari bókun. Og þú talar að skólalóðin hafi sittið á hakanum. Ég man ekki betur þegar við byrjuðum á móti því við færum í skólalóðinu upphafi. En við héldum áfram og svo eftir bara svona frágangur en hún hefur ekki sittið á hakanum. Þannig að mér fannst það einkennilegt. Ég man það ílistinn, hann var á móti því við færum skólalóðinu. En orðið er lust ef einhverjir fleiri vilja kveðja sig ljós. Steinunn Ingibjörg Gerðsson, bæjarfulltrúi Hálista. Forseti, aðri bæjarfulltrúar, ég ætla nú að vera stutt orð hérna. Ég segi það saman Hrafnhildur, það er ákaflega leitt að heyra það að hlutirnir séu ekki í góðu standi hérna frá fulltrúum Ílista, eða þeirra upplifun. Ég vil byrja á því að koma inn á það sem að Haukur kom að hérna í upphafi og var að tala leiðréttinguna sem að kom skyndilega til okkar varðandi áætlunina. Svona hluti geta gerst, það var brugðist við þessu, það er rétt, það voru ákveðnir hlutir færðir til og mér finnst hneisa að halda annað en að við munum koma saman og ræða betur og hagræða og ég var ein af þeim sem átti samtal við bæjarstjóra þegar þetta mál kom upp og ég sagði við þurfum að gera þetta þannig að áætlunin verði rétt hjá okkur og standist og svo minnum við úr því þegar framlíður. Það munum við gera. Varðandi það að draga saman, ég er sammála því, það þarf að spara, við þurfum að spara
og ég vildi gjarnan að við þyrftum ekki að taka svona mikið lán. Ég held hins vegar að hraðinn á samfélaginu er það mikill, þörfin er það mikil að við þurfum að bregðast við þessari innviðaskuld eins og Haukur talar Við þurfum að standa í lappirnar gagnvart grunnskólanum sem er búin að sitja á hakanum hjá okkur mjög lengi, gagnvart íþróttahúsinu sem hreinlega er orðið hættulegt eins og það er. Við getum ekki dregið lappirnar, þarna erum við að tala 2 stórar fjárfestingar og hann talar að taka þetta í smá skrefum, það er hægt að gera það, en við skiptum ekki helminginn af íþróttahúsgólfinu, það er klárt mál, en við verðum að gera það. Við getum hugsað grunnskólan og það er eitthvað sem við höfum verið að gera á vinnufundum og ræða og erum í mínum huga að ræða okkur niður á hvaða leið við nákvæmlega förum. Ég get ekki tekið undir það að þessi áætlun hjá okkur sé eitthvað út úr kortinu. Ég hef rýnt þessar tölur líka þó ég standi hér og ætla ekki að koma með bókun eða langlöku þetta af því að ég held að verði nóg fyrir fólk að lesa og hlusta á það frá bæjarstjóra og Hauki og allt sem kemur þar fram. Við þurfum að fara á stað með eitthvað og varðandi söluna og eignum, við höfum rætt þetta, bæjarstjóri fór vel yfir það í sinni orðræðu, varaði við því í rauninni, benti á það að þarna væri sölu eigna að ræða og þetta væri ákveðið formsatriði að hafa þetta þarna inni. En benti á það að þetta væri hreinlega ekkert sem að væri fullkomlega í hendi og þannig að fólk getur bara tekið hreint og klárt mið af því. Eitt enn sem ég ætla að nefna, það er varðandi COVID. Við getum ekki rætt hlutina að mínu mati án þess að taka COVID inn í dæmið. Við tókum ákveðna ákvörðun þegar að COVID tímabili var og það var samhljóða ákvörðun allra lista sem þá voru í bæjarstjórn, 3 listar, það að við myndum ekki draga úr fjárfestingum og öðru slíku, að við yrðum að halda hlutunum gangandi Þannig við fórum af stað í þessa vegferð í sameiningu og við þurfum að greiða af henni í sameiningu líka af því það var ýmislegt sem fylgdi COVID-tímanum og við vorum eitt af þeim bæjarfélögum sem fór mjög illa út úr þessu því að ferðaþjónusta hér er mikil og við vitum alveg að hún dróst verulega mikið saman. Þannig þetta eru mín orð og það sem að ég vildi koma inn í þessa umræðu. Ég ætla að standa með þessari áætlun okkar en leið að halda því vakandi að við munum áfram vinna í henni og sníða okkur stakk eftir vexti á bara hverjum fundi hreinlega fyrir sig. Og ég mun, greiða atkvæði með þessari áætlun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Orðið er þá Ef fleiri vilja kveða sér ljós. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir sín innlegginn í umræðum fjárhagsáætlun 2005 og 3 ára áætlun 2006-2008. Í máli Hauks Garðarssonar bæjarfulltrúa tók ég eftir að það var mikið farið yfir stöðuna í stóra samhengi og velt upp vaxtagjöldum sem hefði kannski verið betra nýtt í eitthvað annað og stöðuna á skuldarhlutfalli og skuldaviðmiðinu og hvernig það hefur verið ef fjármálareglur hefur gefið breytt og farið yfir lántöku og stöðu sveitarfélagsins undanfarin ára. En það var og síðan lýsti hann afstöðu ílistans á því að vera á móti áætluninni. Kannski heyrði ég það ekki, en ég heyrði ekki neitt tillögur þess efnis hvað ílistinn myndi vilja gera öðruvísi og hvar. Er
í-listinn á móti fjárframlögum í rekstur grunnskólans eða leikskólans eða tónlistarskólans? Er hann, bara fyrstulega, er hann sammála rekstrar þættinum í áætluninni eða ekki? Fyrsta spurning. Önnur spurning bara aðhalsaðgerðinni sem stefnt að, sem búin að vinna núna síðan í ágúst eftir og búin að vera í til umfjöllunar, sem í-listinn hefur tekið þátt í, sem og rekstur á niðurstöðunni og ekki heyri ég neinar athugasemdir það á þessum fundum sem við höfum átt. Þá kemur í-listinn sammála þessum tillögum aðhaldsaðgerðum sem kynntar voru hérna áðan. Og í þriðja lagi þá við búin að taka annars vegar þá fyrsta spurningin snýr að reksturinn, sammála reksturinum eða sammála aðhaldsaðgerðunum, og í þriðja lagi hvað það í fjárfestingu sem þið viljið taka út. Ef að skuldin eru háar þá þarf að taka út fjárfestingu. Og ef að þetta eru þrjár einfaldar spurningar sem bara fróðlegt að vita. Síðan svona ef ég ætla að bæta við 4. og 5. spurningunni þá get ég spurt að ég náði ekki hvort að Haukur Garðarsson hafi verið að leggja áherslu á að það vanti tónlistarskólann inn í 2008 eða hvort hann var úti. Og þá á hann að vera þá inni með kannski 500 milljónir þegar ekki búið að ná endalega tölu þá það hvað hann kosta og síðan vera þá inni með 250 milljónir lántöku. Það ekki ein leið. Núna það bara nullaður inn og út. En það var ágætlega að fara yfir skólun. Ég minni kannski á skólun, það var líka haldið áfram með skóluna 2 ára seinna eftir að fara í hana. Skólun var ekki bara til að fara í skólun, almennt séð heldur var þetta líka öryggismál. Við vorum líka að færa sleppistaðinn nær skólunum og þetta stýrist líka umferðaröryggi og öryggi barna. Þannig að svo það sé mynd á það og við fórum náttúrulega ákveðin leiktæki og annað í samstarfi við skólan sem voru keypt og síðan var farið í körfuboltavöllinn sem þá annan áfangi á uppbyggingu skólanum. Þannig að hún hefur ekki kannski setið endilega bara á hakanum. Það þarf líka eftir það að aðlaga teikningar að stækkun körfuboltavallar sem ekki búið að klára og á borði skólastjóra að rýna það með hönnuðum. En þá ef það á að fara í einhverju umtalsmeiri fjárfestingu skólanum þá það náttúrulega líka fjárfesting. Og ég náði því til dæmis ekki hvort það ætti að sleppa Borgarbrautinni þeim áðan í málflutningi, hvort það var tillagan eða athugasemdinni var það Víkurhverfi eða var það Borgarbrautin eða var það grunnskólinn eða var það eitthvað af þessum öðru sem ég nefndi sem snýr þá þessar spurningunum og þriðju spurningu hvað fjárfestingarleiðis það þeir að í-listinn sé ekki sammála sem bara ágætt að þá fá fram. En ef það Borgarbrautin þá ég get alveg upplýst það, ég náttúrulega búinn að ræða við Vegagerðina náttúrulega fyrirætlanir sveitarfélagsins að fara í malbikun og þetta ekki bara yfirborðsmalbik og á Borgarbrautinu sem ég nefndi áðan þá verið að fara að skipta með lagnir og frá Aðalgötu og Miðsgötu fram í Íþróttamiðstöð og það þá sá kafli sem væri þá klárað með lögnum þá bara lítill lagnarkafli eftir í rauninni í framhaldinu ef það á síðan að halda á klára Borgarbrautinu einhverju tímapunkti. En á sama tíma og ég að nefna við Vegagerðina við sem fara í Borgarbrautinu þá ég náttúrulega að gera það til þess að leggja áherslu mikilvægt þess að Vegagerðin fari í Aðalgötuna. Og ég bara vænti ekki til þess að það mun þá skila árangri að það mun alveg sama og þegar við fórum í höfninu sínum tíma sem var fjárfesting 2019-20 og þá var 21 einhvern tímann á þessum árum og þá var náttúrulega rætt við Vegagerðina sem þeim tíma við erum að fara í þetta malbik hér og þá erum við að leggja áherslu á að það þurfi að klára þá malbik á stofnvegunum á sama tíma. Og sama samtal erum við eiga núna við Vegagerðina að við erum að fara í Borgarbrautinu og það þarf þá að fara í Aðalgötuna á sama tíma sem náttúrulega bráðnauðsynlegt verkefni eins og allir sem að fara í bónusinu hjá okkur vita að Borgarbrautinu akkurat þessu kafla sem við erum að ræða hér algjörlega ónýtt þótt við síðan öðrum kafla aðeins neður í Borgarbrautinu líka mjög slæm en þannig erum við að afmarka verkefni sem snýr að versta kaflanum og lagnir þar undir þannig við sem búum með það verkefni þegar við förum í stærri framkvæmd síðar en kannski bara þessar
3 spurningar. Er í-listinn á móti fjárframlögum til stofnana sem eru málflokkarnir eru undir áætlunum sem við fórum yfir áðan? Er í-listinn á móti þessum aðalsakjörum og hvað þá eru það ekki sammála? Og síðan bara fjárfestingar, er eitthvað annað sem myndi vilja fara í, hvaða eru þá sem myndi vilja sleppa, sem hefur áhrif á minni lát? Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið fyrst. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í Í-lista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Já, takk fyrir það. Gaman að fá góð viðbrögð frá bæjarfulltrúum. Það ekki alltaf sem ég fæ svona kipir í tala. Konan yfirleitt bara hlustar ekki á mig og við erum ekki viðlits. Hrafnhildarskólinn, það rétt, við vorum á móti skólanum. Það var svoleiðis. Fjárhagsstaðan var þannig þá að okkur fannst að þetta bíða. Líka það að, ef ég man rétt, þá var ákveð peningasettur í þetta og tilbúið var mun hærra heldur en það var. Og það var ákveð að fara og taka og gera minna. En ég samt á því að ef maður segja A, þá var maður að segja B og þegar við byrjum svona verkefnum, þá er náttúrulega að horfa til þess að klára það. Það er þannig líka, þú veist, að þetta er náttúrulega, þarna sá ég það að ef við myndum aðeins hægja á, þá var þetta að taka þetta í heild sinni seinna sko, en svo náttúrulega bara eins og lífið er, að þá bara bætist við framkvæmdur og þau koma fram fyrir og þetta einhvern veginn situr eftir. Ég er ekki eins og viss að þetta veri mikilvægast í dag heldur, en þetta er svona verkefni sem við settum upp sem heild og flott verkefni, flotta teikningar og bara gera góða vinnu. Við komum líka með breytingartillögu þegar við vorum í þessu, við ræddum til dæmis það að það átti að setja miklu meira efni þarna inn og hækka lóðan allar sko, en það var þetta saman að það er að halda landslaginu og spara sér það. En þetta er svona verkefni og ég nefndi það sem dæmi sem ætti að byrja. Annað verkefni sem er í þessu flokki er til dæmis Víkurhverfið. Það er verkefni sem við byrjuðum á og við vorum á móti því út af fjárhagsstöðu, ekki verkefni sjálfu og vildum svona aðeins að bíða og hliðra til fyrir því. En núna er það komið í gang og byrjað að fara að byggja það niður og þá náttúrulega verðum við að halda áfram og klára það sem er að gera það. Það þarf að klára að gera göturnar þannig að það sé hægt að vera með þessi fjárhagsstöðu og gera þetta. Samt, og ég er enn á móti þessu fyrir 2 árum sko, ég er ekki búinn að breyta þeirri skoðun. Steinur, þú sagðir að taka smærri skókvöld eða að taka gólfin í smærri skrefum, ég var ekki að tala þannig, ég var að tala um skólann, sérstaklega. Skólinn er risastórt verkefni og við þurfum að tækla það mjög vel sko. Og við erum að gera þetta til framtíðar, ekki fara í skyndilausnir sem við svo hendum niður og gerum aftur. Heldur við förum það sem við gerum að það standi og sé bara til framtíðar. Heimilisfræðistofan sem dæmi sem má nefna er orðin mjög illa farin. Hún er sett í bráðabirgðahúsnæði 1985, þetta hafi verið geymsla. Og þá er ástandið þannig að þetta virkaði bara mjög vel, sá tími bara liðinn og ég veit ekki hvort að borga sig að fara að laga þá stofu, ég held ekki, ég held að þurfum starra pláss í það. Þá þarf bara að leysa það. Hvort sem það er færanleg kennslu eitthvað, en við þurfum bara að taka og saksa þetta niður um sig og vinna þetta þá með kennurum hvernig við viljum gera þetta og hugsa til framtíðar. Ekki er ráðast í eitthvað stutt fix af því að við getum reddað núna með lítið upphæð og setja svo uppi með það seinna. Og ég var líka að meina það að það geti smærri betur að taka færri verkefni en klára þau alla leið, þannig að það verði ekki verið að draga fram yfir áramót yfir langa tíma. Sko. Þannig að það var ekki svoleiðis. Og sagðir út úr kortinu, ég ætla alveg örugglega ekki að segja út úr kortinu og veit ekki hvort ég sagði það. En það er ekki það sem ég meinti með þessa áætlun, hún væri út úr kortinu. En ég hef mína skoðun á henni og myndi vilja nálgast þetta öðruvísi þetta verkefni. Þannig að það er sannlega þannig. Sala eigna, og tölum fann að blikka á mig, ég vona að komast yfir þetta. Sala eigna, hafa eignum við þannig inni, sko. Það sem að bögga mig, það er ekki sala eigna, að það gerist, við vitum ekki hvernig það segist, þetta er að færast. Þetta í áætlunni þá svona eiginlega skyggir þetta á skuldaviðmið, hlutfall, veltum fyrir rekstri. Þetta bústar þetta allt upp, þetta lítur miklu betur út. Ef þú horfið á myndin hjá bæjarstjóra áðan, þegar hann setti fram hvernig þetta búið að vera, þá sáum við 10-12 ár. Þetta var svona mjög nett yfir og undir línu og svo kom bara beint upp í lokin. Það er ekki lýsandi fyrir það sem við erum að gera. Við gætum gert þetta, selt allar eigur á 4 árum, en þá líka hefur við ekkert eftir það. Og þá kemur þetta bara niður aftur. Mér finnst miklu raunsæra að setja þetta ekki inn sem svona, heldur að horfa hvað við gerum bara í óbreyttu ástandi, við höldum áfram, ef við erum að horfa á það að við ætlum að selja eignirnar
og það er sannarlega myndir þegar það kemur þá bara bregðist við því. Þetta svona, að því maður reyna að horfa fram í tíman og maður reyna að nota þessu gögn til að horfa fram í tíman en þeir segja maður aldrei neitt framtíðina þegar þeir eru bara beint upp. Það er það sem ég á við með þessu. COVID kom fram, við vorum alveg saman það 100 milljónir settu í fjárfestingar, gott ef ekki 2 ár ef ég man þetta rétt. Og það til þess að koma til móts og það er stóra myndin þar sem við höfum alltaf að gera þegar herpir þá eigum við að bæta fjárfestingar. Þegar það er allt á full swing þá eigum við að draga úr fjárfestingum. Við erum ekki að gera það. Þannig að við þurfum líka eins að horfa á þann balans sem við erum með. Að nú er kannski í lag að draga úr fjárfestingum og leyfa einhverjum að taka höggi eða taka skotið því þeir eru komin á full swing. Við erum ekkert í samkeppni við þá en svo erum við þá tilbúin ef þegar næsta niðursveifla kemur. Jakob er listin á móti fjárframlögum í skóla, tónlistarskóla eða aðra stofnanir sko. Þetta er skrítið framsetning. Nei, við erum það ekki. Við erum að berjast fyrir því að þetta sé mjög gott. En það er kannski spurning þegar við erum á mjög erfiðum stað eigum við þá að vera að bæta í reksturinn og bæta í þjónustu. Það má alveg skoða það. Ég sagði að það er vel að við ætlum að skoða rekstrar aðhaldsaðgerðir. Við höfum alltaf verið að skoða það, getum við sparið rekstri því að við þurfum að nota peningin líka í annað. Við þurfum að fá pening inn í framkvæmdir fyrir bæjarbúa. Ef við horfum á Víkurhverfi þá má spyrja maður sig, þetta er ekki að laga hluti fyrir bæjarbúa, við erum að ónda gangstéttina, við erum að ónda götur. Og þegar við erum að horfa, og það kemst ekki með líka hérna með að horfa lengur fram í tímann, þegar við ráðumst í verkefni eins og Víkurhverfi, þá vissum við það að það fylgdi því borgarbreyting og við erum svona búin að tala það áður sko. Og þá þurfum við kannski að sjá það sem heild og við þurfum líka að geta komast í þetta verkefni. Ekki bara nú tökum þetta risastóra verkefni sem Víkurhverfi sannarlega er og hefur stækkað og sitjum svo eftir þegar við komum inn með að við getum ekki klárað allt í kringu það og erum svona svolítið vont ástand sem verður var stærri innviðarskuld sko. Þannig að það er þessi sá vinkil sem ég er að koma inn á. Þannig ég verður sammála aðhaldsaðgerðum og við erum ekki á móti tónlistarskóla eða skóla og við viljum bæta skóla og mér finnst það skipta mjög miklu máli að við förum svolítið í bæta skóla. Hvað vil ég taka út? Má ég segja það sem ég langar að hafa inni? Það sem ég myndi vilja taka, það er aðgerðir í skólanum, að við förum að ráðast í það, alveg klárlega. Gólfið í íþróttahúsi, engin spurning, og við verðum í 15 ára búin að tala um það að þetta sé ónýtt, og bara ónýtt sko. Malbikinu Víkurhverfi, við hefum að gera það, ekki sammálasaðgerð upp bara, samt að klára það. Malbikinu Borgarbraut, við eigum að gera, ég hefði viljað klára hana alla. Bara að taka það, hún er ömurleg. Reyndar skólagættan líka að tala það, en við höfum líklega ekki efna og við hefum kvættað einhvers staðar. Ég vissi ekki að þú ætlar að taka lagnina líka, ég var á velta því fyrir mig hvort að við ætlum bara að setja yfir og loka þessu sári, eða hvort við færum með lagnina því að það er þá allan til framtíðar. Annað sem við erum að taka, það er taka tónlistarskóla. Allt hitt finnst mér að við erum svona svolítið bíða með, sko. Það voru fleiri, ég er ekki alveg með þetta á hreinu hvað var það, en þetta finnst mér að vera kjarninn og svo getum við að skoða það sem kemur eftir á. Og frábæra fréttir að þú setja að hafa bara á þeim í vegagerðinni með að fara frá bónus út í bænum því að það er algjörlega það sem við þurfum að ná líka eins með þessu. Ég vona að þetta svari. Ég gæti trúa því ég ætti svona 1 mínútu eftir tölunni. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta Haukur. Ég já. Orðið er ennþá laust. Jakob og svo Ragnar. Forseti, ég vil þakka Hauki sem bæjarfulltrúa fyrir svarið og sína yfirferð og svona mér fannst svona í lokin svona vera aðeins að bæjarfulltrúa vera aðeins að kjarna þetta og það sem var að fara yfir það fjárfestingar sem hann persónulega eða í listinni heild sinni er þá hlindur og þá ágætt að það komið fram að þetta er megin þorrið af fjárfestingu næsta árs. Megin þorrið af fjárfestingu næsta árs er þetta. Ég heyrði ekki neitt í málflutningi bæjarfulltrúans að hann vildi fara með reksturinn í einhverjar aðrar áttir. Einar aðgerðir því að þetta er nú megin uppistaðanir sem fór yfir áður eru, hvað var þetta, félagsþjónustan, íþróttamiðstöðin og fræðslutopurinn, fræðslutopurinn er stærsti hluti á okkur rekstri. En ég annarkvort er þá bæjarfulltrúinn og ég listi sammála rekstrar grunninum hjá okkur, eða ekki. En hann er á móti áætluninni og ég er bara að reyna að átta mig á því hvað það er sem hann er á móti. Því ég hef ekki heyrt neitt ákall að hér sé verið að leggja til
of lítið í grunnskólanum og mikið í leikskólanum og lítið einhvers annars þegar í einhverjum málaflokka hjá okkur. Ég hef ekki heyrt það á enga tillögur, það var ekkert í tillögu hérna áðan sem var eitthvað öðruvísi, sem vildu sjá eitthvað annað. Þannig að þess vegna fannst mér bara skipta máli að draga þá fram mun á milli ílista og hálista í reyndinni, að því að af hverju er ég að gera það? Ég er ekki að gera þetta til þess að vera í einhverju pólitísku leik hérna. Ég er að segja þetta bara út af því að við höfum átt bara ágætt samtal og samvinnu fjárhagsáætlun. Það er grunnpunktur. Þess vegna spurði ég að þessu. Og þess vegna sagði ég það í minni bóku og minni ræðu áðan og þakka fyrir góða samvinnu milli allra bæjarfulltrúa í fjárhagsvinnunni í heilsinni, að því hún hefur verið góð, það hefur ekki samvinna, það hafi ekki verið átök, fólk hefur verið að miðla málum, allir saman og allir með sína skoðunir og allar skoðunir eru jafn verðmiklar og jafn mikilvægar í umræðinni. Og það er mjög ágætt að heyra það, ef það er rétt skil hjá mér, að reksturinn, það er ekkert svo sérstakt í reksturinn sem er frábæruð því að það er ekki ástæðan fyrir því að ílistin eru á móti, ekki situr hjá heldur móti áætluninni. Þannig að ég get ekki skilið annað en málaflokka yfirlitið og rekstur og 56 milljónir króna rekstrarniðurstöð sé þá það sem þeir sjá fyrir sér. Ég heyrði ekki neitt annað. Nú, aðhaldskrafa, það kom skýrt fram, ágætt að heyra að það sé allir þá sammála, bæjarstjórinn sammála í heild sinni það að fara í þessa aðhaldsaðgerðir sem eru vinna að og sem ég kynnti hérna áðan. Og síðan eftir situr þá nokkur verkefni sem eru í fjárfestingarverkefni sem eru þá fólk þá ekki sammála Það er líka allt í lagi að það sé bara dregið fram, að fólk sé þá ekki sammála það. Og ef ég heyri því þá er það megin rauninni uppistaðan af fjárfestingunni sem fólk er þá sammála og eftir sitja einhverja örfáverkefni sem er þá, ég veit ekki, pottarnir, stígagerð, klára Höfðaborg, lettaði Gljóstöra, þetta milljón króna fjárfestingi skildi og umferðaröryggismál. Það sem er svona meginþorrið sem eftir situr. Þannig að ég get ekki betur heyrt en að það sé svona nokkur samhljómur þá og á milli flokkana hvað þetta varðar, en það sé einhver svona áherslumunur í fjárfestingum og lántöku sem er megin sko ástæði fyrir því að annar listinn til þess ekki geta samþykkt áætlun. Takk Jakob. Ragnar, þú spurði mér orðið. Ragnar Már Ragnarsson, bæjarfulltrúi Ílista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ætti nú ekki að koma bæjarfulltrúum Hálistans eða bæjarstjóra neitt sérstaklega óvart að við séum ekki að samþykkja fjárhagsáætlunina. Þetta sat í hjá við afgreiðslu í bæjarráði. Steinunn kom inn upp á hann og sagði að hún væri nú svona frekar jákvæð fyrir því sem að væri verið að leggja fyrir núna. Ef við skoðum bara 20, 21, 22 og 23 þá var 75 milljón króna tap 20, það var 87 milljónir 21, það voru 80, 22 og 40 milljónir 23. Við höfum eftir að sjá hvernig árið í ár kemur út. Við höfum margoft hamrað á því að besta fjárfestingin, og Haukur kom inn á þetta áðan, besta fjárfestingin sem við færum í, að það væri að borga niður skuldir. Við gefum í og ef við tökum afborganir með árið í ár og síðast ár, afborganir langtíma lána frá 20 til 25, þá eru þetta 1300 milljónir sem við erum að borga í afborganir lána. Það væri ákaflega gott ef við hefðum nú kannski 200-300 milljónum úr að spila á ári, við værum kannski með 50, 60, 70 milljónum á ári í staði fyrir að eyða þeim í afborganir lána. Það sem Haukur kom með mitt inn á áðan og Jakob spurði að maður svo bjóst alveg við þessari spurningu, hvað væri sem að við værum þá á móti. Sko þegar það er farið á stað, við erum náttúrulega vorum á móti í Víkurhverfinu tímasetningun á því. Nú erum við í þeirri stöðu að það er byrjað að byggja. Og það er stefnt að því að taka stofngöturnar. Inn í þessari áætlun sem við liggum fyrir núna,
þá er ekki gert ráð fyrir að malbika til þess innbúvíkina. Götuna sem er verið að byggja við. Við gerum athugasemdir við til dæmis kaup á iðnaðarbýli til að færa hluta af bókageymslu bókasafnsins. Það er hann inn í áætluninni, kaup á iðnaðarbýli á 20 milljónir. Taka lán til að kaupa iðnaðarbýli fyrir geymslu. Það er ýmislegt, bara í einhverja hrókeringar upp á flugstöð til að útbúa geymsluhúsnæði, kostnaður í því, kostnaðaráætlun 1 milljón. Við vitum að þetta eru 4 milljónir, að minnstakosti. Þannig að það er ekki skrítið þó að menn geri athugasemdir við áætlanir sem að sýna bara frá 2022 til 2023, 4 ára tímabil, hafa engan vegi staðist. Þannig að þetta ætti ekki að koma bæjarfulltrúum neitt sérstaklega óvart. Það sem var nefnt hérna áðan var þetta tónlistarskóla, hann settur inn sem sala, það er ekki gert ráð fyrir kostnaðaráætlun. Og ég meina að þetta mætti skjóta á ykkur að í staðinn fyrir að hafa ekki neitt, segja bara 600.000 kall fermetri og gera ráð fyrir að þurfa að byggja 400-500 fermetra Þannig að gott dæmi annað mál sem er, ég meina, það er farið af stað á sínum tíma með Höfðaborgina. Svo maður tala bara reynt út. Það var ekki gerð ráð fyrir neinni kostnaðaráætlun þegar því verkefni var hrundið á stað. Og uppi stöndum við núna einhvern veginn að reyna að skera svolítið í rjómann að þessu. Það er bara þannig. Þannig að grunnforsenda fyrir því að fara í einhver verkefni að það er að geta séð fyrir hvað kostar verkefnið og hvernig ætlum við að klára það. Skólalóðin, það var farið á stað með hana, það var ekki peningur til að klára hana. Víkurhverfið, malbikar hluta af því. Þetta er búið að vera í þessum takti því miður allt og lengi. Og það er á einhvern veginn að reyna að gera allt fyrir lítið í staðinn fyrir að gera minna og gera vel. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Orðið er laust. Steinunn Ingibjörg, svo vel. Forseti, æðri bæjarfulltrúar, varðandi Höfðaborg að þá man ég ekki betur en að það hafi verið lögð fram ákveðin kostnaðaráætlun og sú áætlun hafi verið bútuð niður og við höfum sett okkur að taka þau skref í ákveðnum bitum. Við höfum, það er rétt, sett þetta á svolítið frost núna, af því bara málin snúa þannig að við sjáum ekki að það sé einhver ekstra þörf að fara í þetta núna og peningunum sem betur varið annars staðar. Varðandi af því að þú kemur inn á iðnaðarbilið, þetta er hugmynd sem að liggur þarna inni, ekkert sem að búið er að geirnegla í nokkurn við og þetta er á áætlun, hugsun sem aðgerð til að koma til móts við grunnskólann. Það þarf að taka það inn í líka. En það er, ég minni á það að það er ekki búið að ákveða eða fastsetja neina hluti nákvæmlega, heldur setjum við þessa hluti inn til þess að setja ákveðna vermiða á það, sjá ákveðna möguleika, þeir möguleikar og þær hugsjónir geta breyst á vegferðinni, gott og vel. Kannski finnum við ennþá einfaldari lausn, kannski sjáum við, já, ég ætla svo sem ekki að fara að varpa einhverju fram hérna sem væri óábyrgt að mér að gera, en við vitum það alveg að við erum búin að ræða ýmsa hluti í bæjarráði og víðar sem að hafa ekkert endilega komið inn á borð hér. Við vitum alveg að það eru ákveðnir hlutir í gangi og við þurfum að hafa, finnst mér, allar dyr opnar í þessu samhengi. Og ég sammála Jakobi í því þegar Haukur stóð hérna og taldi upp það sem hann langaði að fara í. Svo súrt sem það er, þá er þetta opinn af okkar áætlun. Þá er þetta, þetta er það sem kostar. Og þetta er það sem að í mínum huga er eitthvað sem að við getum ekki komið okkur hjá að gera. Eitthvað sem við förum að því,
það er okkar mál að leysa það í sameiningu. Takk fyrir. Takk Steinunn. Ég er ótrúlega sammála þessu en ég skil ekki alveg umræða, þetta er fjárhagsáætlun, við erum ekki að negla neitt niður og stundum finnst mér eins og við erum ekki sittið saman á fundum og búið að tala fullt af hluti svo komið upp eins og þetta var aldrei rætt í þessum á nefndum og fundum. Ég skildi ekki alltaf alveg en Jakob bað orðið. Hvað sem verður Jakob? Forseti, vera fínur umræður og hvenær ef það er ekki tilefni til þess að ræða fjárfestingar áætlun sveitarfélagsins, ef það er ekki núna, þá er það aldrei og ég horfi nú svona fyrirgefningar augum á afmælisbarni við að koma enn og aftur upp. En aftur svona, ég veit þetta er besta afmælisgjöf sem ég kann gefa honum að halda áfram þessar umræðu, en bara aftur auðvitað, auðvitað er náttúrulega auðveldast í heimi að koma og gagnrýna og þetta hefur verið öðruvísi. Ég fór náttúrulega bara yfir það hérna áðan og það er ekki launungum mál. Af hverju erum við með 2 milljarða í lánum hjá sveitarfélaginu? Er það út af því sem við gerðist eitthvað á síðustu 3-4 árum? Já, sjálfsögðu ekki, gott fólk. Ég sjáu bara hvernig reksturinn hefur þróast á síðustu 20 árum. Við fórum yfir á það. Lánastaflinn er ekki til komin. Þannig að það er nú svona saga sem er á bakvið þetta allt saman, sem er á bakvið auðvitað, getur maður sagt, auðvitað hefði ég vilja nota þessa besta fjárfestingar borgarnir skuldir, já. Þá þáttu líka á sama tíma að segja, ég vildi ekki fara í uppbyggingu á leikskólan, ég hefði ekki viljað fara í fráveituframkvæmdina í Maðgavík og ekki fara í hlutir sveitarfélags í uppbyggingu hjúkrunarheimilisins eða tiltaka þessar stærstu fjárfestingar sem eru oppinn af því sem er búið að gerast síðust ár. En ég skil alveg síðan, það sem ég skil alveg fullvel er þegar að menn koma upp og segja við erum ekki sammála tímasetningu vígkvöris, ekkert mál, það er bara frábært að fá það fram, þá er bara að skipta skoðanir á því. Einu sem ég er að reyna að gera hérna með að koma upp er bara svona að reyna að skapa umræðu hvar eru fólk sammála og hvar er fólk ósammála í rekstraráætluninni. En auðvitað, og þá ef að besta fjárfesting er að borgarnir skuldi, hvað þessi fjárfestingu núna á að sleppa, það er engin tillaga eða lausn að segja, við hefðum átt að klára alla skólalóðina fyrir 5 ár síðan, við áttum að fara í hluta fjárfestingunni, því að þá áttum að tala meiri lántöku, í dag, nema, sleppa einhverju öðru með, við ætlum að sleppa þá hjúkrunarheimili, að sleppa leikskólanum, þá verðum að segja þá á sama tíma, annað er bara reynilega óábyrgt. Nú, og bara svona til þess að draga fram aftur, hvað eru einhverjar tillögur, einhver hugmyndir, ég heyri þær ekki að það sé í rauninni einhver ósætti með þá málaflokka eða rekstrar niðurstöðu sveitarfélagsins í grunni til reksturinn og 56 milljónir króna rekstrar niðurstöðu jákvæða eins og áætlunin gerir ráð fyrir. Ég heyrði engar athugasemdir við fjárhagsáætlunina frá hvorki bæjarfulltrúa Ragnari Má eða bæjarfulltrúa Hauki Garðarssyni. Þannig að ég get ekki annað skilið þá að það sé raunverulega sátt fjárhagsáætlunina því ég heyri ekki neitt að þeir sé ekki sáttur við þetta. Þannig að ég get ekki annað skilið. Nú, það er einstaka fjárfestingar, eins og ég sagði áðan, sem er undanskildar þarna. En bara til þess að bæta því við í lokin að iðnaðarbilið, og ég nefndi það mjög skýrt hérna áðan í minni að grunnskólinn, að mæta húsnæðisþörf grunnskólans, hvort það veri keypt iðnaðarbil eða ekki, og var mjög skýr með það er umræða sem á eftir að taka með skólastjórnunum og grunnskólanum hvaða leiðir eru bestar til þess fallnar að mæta húsnæðisþörf skólans. Ef það er ekki iðnaðarbil, þá er það bara fagleg kennslustofa eða breytingar annar hæðinni að allar þessu hugmyndir sem við höfum rætt, við þurfum bara að ræða það með þá því fólki sem þar starfar hver er besta lausnin og að því við erum komin á það stig að reyna að mæta þessu sem allir greinilega sammála og þá þarf að mæta því með einhverjum hætti en það er ekkert að draga einhver iðnaðarbil hérna sem einhver ástæði fyrir því ég samþykki áætlunina. En þetta er áætlun það að reyna að mæta húsnæðisþörf skólans og þarna er fjárheimildir fyrir henni og inn í þessu fjárheimildum er ákveðnar lántökur og ákveðnar fjárfestingar. Þannig að það er kannski heildar myndin eins og maður segir. En ég ætla að láta þetta
hérna staðanum, en ég heyrist nú ágreiningur ekki verið eins mikill og hérna maður myndi fyrst halda. Takk Jakob. Ég velti fyrir mig hvað fólk hugsa sem að horfir. Ég veist að margir horfa á sig útsendingu. Hvernig vinna í þessari bæjarstjórn og hérna undirbúningi. Við segjumst að við erum búin að vinna helling og bera þetta undir alls konar nefndir og svo kemur ílistinn upp hérna og hefur allt á hofnu sér. Og svo erum við ekki að rífast stóra málum, þá við erum sammála. Þetta svolítið merkilegt. Kannski heitir þetta ekki stormur í vatnsglasi. En vilja fleiri taka til máls? Þú ert búin að koma upp tvisvar Haukur, en ég var að veita ansvar. Ég þarf samt alveg að koma því að það svo skemmtilegt að hlusta á þig og svo bara lambalæri hjá jafnum með Ragnari að eldast og Þetta langeldast. Haukur Garðarsson gerði svo. Sko, já. Það er svo svolítið skrítið að koma inn í málflokkum og segja, ert að móta að byggja eitthvað? Við hefum alltaf talað að vera til í þessi verkefni og þessi verkefni eru að verða. Og ég get alveg spurt bæði eftir, ertu að móta að byggja í tónskóla? Akkur er hann ekki komin inn? Ertu að móta að byggja í félagsmiðstöð? Akkur er það ekki komin inn? Akkur er ég búið að gera við skjöld? Akkur er ég búið að gera það? Þetta er innverðskjöldin sem var að tala um. Og það kom fram í málflokkum í mér saman, ég sagði, vandamála sem við stöndum fyrir er freisti sveitarstjórnarmanna. Hann er byrjað að skrifa, hann er alltaf að koma bátti. Við náttúrulega erum með þetta vandamál, þessi innviðarskuld sem við höfum og við þurfum að gera. Og ég tók það fram líka, við þurfum að forgangsraða og nú ætlum ég bara að taka það sem mér finnst vanta, við þurfum að setja lántöku inn sem skorða. Við þurfum að horfa á lántöku og segja, við ætlum ekki að fara upp fyrir ákveðið level. Við getum alltaf sagt að það sé. Víkurhverfið olli því að það er auka krafa núna á að klára það sem hefur náttúrulega ekki verið byrjað í. Alveg klárt mál sko. Og Steinu, þetta er ekki bara áætlun. Það er rosa gott að segja það, þetta er heimild. Leiðum við gefum þetta út, þá er þetta heimild þess að framkvæma þetta. Og það er eitt af því sem við svolítið líka eiga við, að við förum ekki í mála hvernig gengum með þessar framkvæmdir. Við vitum ekki ennþá hvað er búið að setja þessar framkvæmdir. Við eigum þetta að fylgjast með því. Hluti af því sem við erum á móti og erum á mótmæli núna er það að við erum að fá áætlanir sem eru byggðar upp, það líta vel út, en við endum alltaf lengst undir. Við getum ekki verið með tap áfram. Og vonandi gerist það ekki núna, bara algjörlega, en það er bara búið að vera að gerast og við verðum að gera ráð fyrir. Við tölum um þessi aðdragandi, ég sagði að það verður að vera til einhver buffer, við þurfum meiri hagnaði, rekstrarneyslan þarf að vera hærri, svo við getum brugðist við þegar eitthvað kemur upp á. Þetta er það sem þarf að byggja inn í þetta. Og það gefur hans til kynna að þetta er búið að vera töff undanfarið ár, en er staðan kannski þannig að við ráðum ekki við hennar rekstur nema að velta þessu áfram yfir í fjárfestingar. Er þetta til vandræða fyrir okkur? Og við þurfum að skoða það. Ég fagna því að við þurfum að skoða þessar hagræðingaraðgerðir. Og ég taldi bristana á það sem voru stóru verkefni. Það eru verkefni það sem ég er tilbúin að sleppa á. Þau voru sirka í þeirri röðu sem ég vildi fá þau. Og ef að lántakan fyrir upp fyrir ákveðmarkaðan segja, við verðum bara að draga línuna hér og gera þetta. Og svo að sjálfsögðu er tilbúin að skoða það ef að staðan verður góð á miðju ári. Og ekki sagt við getum tekið eitt en það var alltaf að gera það. En ég er frek að fá, og ég kalla það raunsæri, sérstaklega síðustu 3 árin sem við þurfum að horfa lengur fram í tíman og hvað við ætlum að gera og hvernig þetta helst í hendur. Við erum alltaf að tala um þessi verkefni. Ég held að það verið 2018 sem ég fór að tala um skólann. Það er bara þannig, það lá við þá sko. Við tölum skólann líka 2022, það var minna í fyrra. Þau velta, þau breytast. En það bara er þannig að við þurfum að koma þess á. Og það er formið á áætlunum líka er eitthvað sem maður getur ekki bara horft að segja, já ég treysti þessu, þetta er fínt skiljum. Þannig að það er svolítið það sem við þurfum að gera. Það eru hluti sem við verðum að taka upp þegar við erum að auka þjónustu í rekstri og maður segir við erum að tapa rekstri, af hverju erum við að auka þjónustu í rekstri? Er það gáfulegt? Er það þjónustu sem við verðum að veita? Er það þjónustu sem við megum veita? Er ekki betra að bíða þegar rekstrinu er góður og taka þetta nú alltaf að bæta þessi þjónustu? Nú er rekstrinu orðinn góður. Við þurfum að tryggja það að reksturinn hann geti staðið undir viðmiðum frá eftirlitsnefndinni, það er að koma yfir okkur. Við þurfum að tryggja það að reksturinn geti staðið undir því að við höfum pening í fjárfestingar og afborgunum lána og við vitum það að það er ekki mörg ár frá 2002 þegar þú veist nú alveg svo langt aftur þar sem að við höfum fengið veltu fyrir rekstri sem duga fyrir afborgunum. Þetta eru 2-3 ár á tímabilinu.
Og það er rétt, okkar vandamál er komið úr fortíðinni líka. En við erum hér nú og það er okkar að laga það. Og það er okkar ákveða hvernig við ætlum að gera það. Þannig að, hér er einn bæjarfulltrúi staðinn upp að það liður svo illa og ég skil það mjög vel. Og annað býr eftir því við komast í veislu. Það er smá munur á því sem okkur finnst. Og það er ekki hægt að segja bara, mér sýnist við vera sammála. Við erum sammála það sem mér finnst. Þú veist, kannski, og ég ætla að taka það fram líka, vinnan hefur ekki verið slæm. Þú veist, þó sem ekki sammála, þá hefur við unnið vel saman. Það er alveg klart mál, sko. En það má ekki samt gera mann upp skoðanir, eða gera mann upp það að þetta sé alveg, sko. Við viljum ná þessu þetta fram, en kannski eru leiðirnar aðeins öðruvísi og mér finnst langtakan skipta með okkur við höldum okkur fyrir neðan ákveðin mörk þar. Og ég er tilbúinn að skera af framkvæmdir til þess að gera það. Því að til lengri tíma litið, þá græðum við að því. Alveg klárt mál. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Eru fleiri sem að vilja eyðileggja afmælisdaginn? Já, þetta er búin að vera áhugaverðar umræður, en ef að allir hafa tjáð sig að þá skulum við ljúka þessu afgreiðslu þessa máls. Þess fyrir bæjarstjórnin lögðu fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2025 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 eftir að hafa fengið umfjöllun í fastanefndum sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti að vísa fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2025 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og forseti bæjarstjórnar ber hér fjárhagsáætlun sameinað sveitarfélagsins Stykkishólms 2025 og 3 ára fjárhagsáætlun 2026 til 2028 upp til atkvæða. Hverjir eru samþykkir þessari fjárhagsáætlun? Það eru 4 sem eru samþykkir, hverjir eru á móti og það eru í bæjarfulltrúar í-lista sem að greiða 3 atkvæði á móti og H-lista bæjarfulltrúar 4 greiða atkvæði með fjárhagsáætluninni. Núna sitjum við uppi með það að bæjarstjórinn farin. En ég get svona meðan að hann er ekki hérna þakkað starfsfólki Ráðhússins fyrir góða vinnu við fjárhagsáætlunina og bæjarfulltrúum og bæjarráðsmönnum og öllum sem sitja í fastanefndum sveitarfélagsins og endurskoðendum og öllum sem að þessu koma. Þetta er ekki kastað fram úr erminni svona fjárhagsáætlun eins og Jakob nefndi. Vinnan byrjar strax eftir sumarfrí í september. Og það eru miklar samræður og hérna mikil allir sammála og allt svoleiðis. En hérna það er komið að næstsíðasta liðadagskrá sem er minnispunktar bæjarstjóra. Ertu tilbúin eða á ég að mala eitthvað meira samvinnu og samstöðu og gleði og ánægju bæjarfulltrúa með þessa fjárhagsáætlun? Nei, við skulum koma hægt upp. Það eru minnispunktar bæjarstjóra. Smá rafmagnsleysi á tölvunni. Haukur, þú vilt kannski koma upp og spjalla þess? Kannski segir eitt og brandar núna, það er eitt. Það er svo vel ekki. Forseti, ég ætla að gera hér grein fyrir minnispunktum mínu fyrir þennan desembermánuð og reynda líka hugsanlega aðeins inn í októbermánuð.
En kannski að málana þá var íbúum í Helgafellssveit þá var álagt, það er að segja frá vatnsbólinu í Svelgjáshrauni og til og með Gámastöðinni, að sjóða drykkjarvatni var á skynni vegna vísbendingum hugsanlega kólnari kjarnamengun frá vatnsbóli og síðan er vísað til við kors sem var með í fréttinni. En vatnið gegnulist hérna rétt við Hamraenda, þannig að það er ekki gerlamengun að finna hér í þéttbýlinu og eiga því ekki við þá þéttbýlið. Veitur ásamt heilbrigðiseftirlit Vesturlands er að taka fleiri sýni og neysluvatnið þau eru greinaðar nánar. Börn, eldra fólk og fólk með viðkvæmt ofnæmiskerfi ætti að fara sérstaklega varlega og ég vísa þá bara á vef sveitarfélagsins hvað þetta varðar í gær, þess sem nú í dag var viðbótar tilkynning sett fram og frekar upplýsingar eru veittar þegar þær berast. Bæjarstjórn Stykkishólms samþykkti einróma á fundi sínum 31. október síðastliðinn kjör á Högna Friðriki Bæringssyni sem heiðursborgara Stykkishólms. Tilkynnt var kjörið á glæsilegum tónleikum í Stykkishólmskirkju sem haldnir voru tilefni 80 ára afmælis kirkjunnar þann 9. nóvember síðastliðinn og á heimasíðu sveitarfélagsins má lesa greinargóða frétt kjörið þar sem er stiklað á stóru yfir ævistörf Högna hans ríka framlag til samfélagsins og vísa ég bara í þá frétt. Mánudaginn 2. desember voru ljósin á jólatrénu í Hólmgarði tendruð við hátíðlega athöfn. Nemendur í 3. bekk grunnskólans fóru nokkur dögum áður í Sauraskóg og völdu jólatréð í samvinnu við Björn Ásgeir, formann skógræktarfélagsins. Viðburðurinn í Hólmgarði var með hefðbundnu sniði, kvenfélagið seldi heitt súkkulaði og smákökur og nemendur í 1. bekk tendruðu ljósin á trénu. Þegar að búið var að tendra ljósin var venju samkvæmt dansað í kringum tréð og sungið, söngurinn barst vel til fjalla í vindinum og runnu því nokkrir jólasveinar á hljóðið. Þeir komu færið hendi með mandarínur og sleikjó fyrir börnin. Nýlega var ráðist í framkvæmdir við Aðalgötu þegar lýsing við eina fjölförnu gangbrauti í bænum var bætt til muna. Gangbrautin liggur yfir Aðalgötu við Hólmgarð og er nú lýst upp með þessum ljósastöðum sem að setja voru upp ekki megin við þessa gangbraut og hefur þessi aðgerð í för með sér stóru aukið umferðaröryggi gangandi vegfarenda en auðvitað eins og allir þekkja fer fjöldi skólabarna þarna á hverjum degi og við lukum nýlega við sambærilega aðgerð á Borgarbraut við grunnskólann þar sem var sett upp svona blikkljós við göngubrautina þar sem skynjari sem nemur þar gangandi vegfarendur þegar nálgast gangbrautina og taka því ljósinn að blikka til þess að vara bílstjóra við og þessi aðgerð og þessar báðar aðgerðir í samræmi við umferðaröryggisáætlun sveitarfélagsins sem var samþykkt árið 2022. Hefur myndast hér í bæ og í sveitarfélaginu að starfsmenn þjónustumiðstöðvar setja upp ákveðinn jólasveinar ratleik og hann hefur nú verið settur upp og hann settur upp með það markmiði að stytta börnum og fjölskyldum stundir á aðvendunni. Þetta er skemmtileg viðbót við jólaskreytingar bæjarins þar sem að tækifæri gett til að arkum Stykkishólm og leita að jólasveinunum sem eru ýmsum erindgerum fyrir jólin og munu birtast hér og þar bæinn einn af öðrum en í ár var bætt betur og gríl og leppalúða bætt í leikinn. Ratleikurinn hófst í gær 11. desember með komu grílu og leppalúða og endar með komu kertasníkis á aðfangadag 24. desember. Á vef sveitarfélagsins var birt vísbending staðsetningu grílu og leppalúða. Þau geymdu svo næstu vísbendingu staðsetningu stekkjastaurs og svo koll af kolli. Boðað var til íbúafundar miðvikudaginn 11. desember, það er í gær við fjárhagsáætlunum. Sá sem hér stendur gerði þar grein fyrir markmiðum fjárhagsáætlunar og helstu áherslumennar og fór fundurinn fram í Höfðaborg og var þar bara mjög líflegar og gagnlegar umræður sem átti sér stað.
Líkt og undanfarin ár verður ekki haldin áramótabrenna í Stykkishólmi en þess í stað þeim mun veglegri brenna á 13. Hefur þessi hefð mælst vel fyrir í Hólminum síðustu ár. Stefnt að því að kveikja í 13. brennunni við Vatnsás mánudaginn 7. janúar 2025. Eins og vant ráðast brennuhöld þó af veðri og vindum og verður tilkynnt nánar þennan viðburð við sveitarfélagsins þegar nær dregur. Stærsta fjáröflun björgunarsveitanna framundan en það flugveldasalan. Sala flugvelda hefur dregist saman undanfarin ár með vaxandi umhverfisvitund og aukinni umræðu loftslagsmál. Björgunarsveitirnar hafa undanfarin ár einnig selt rótarskot í auknum magni sem svar við þessu en fyrir hvert keypt rótarskot gróðursetur björgunarsveitir tré í samstarfi Skógræktarfélag Íslands. Björgunarsveitin Berserkir selja flugeldana og rótarskot dagana 28. til 30. desember í húsnæði félagsins frá 1 til 10 á kvöldin. Einnig opið fyrir sölu á gamlársdag frá 1 til 3. Íbúar eru sjálfsögðu hvattir til að styrkja starf björgunarsveitarinnar. Aðventan viðburðaríkur tími í Stykkishólmi og færist sífellt í aukana að landsmenn sæki Hólminn heim til að upplifa törrandi jólastemminguna með heimamönnum. Líkt og undanfarin ár hafa helstu viðburðir á aðventunni í Stykkishólmi verið teknir saman í aðventu dagskrá sem hefur verið borin í hús. Dagskráin nær ekki utan lengda opnunartíma verslana eða tilboð og því fólk hvatt til þess að vera á tánum og fylgjast með auglýsingum frá þjónustuaðilum á svæðinu. Á heimasíðunni visitstykkishólmur.is undir hvað í gangi má nálgast frekar upplýsingar jólaopnanir, jólahlaðborð, tilboð þjónustuaðila og fleira. Ég vil hér með þá hvetja Hólmara og Helgfellinga til að versla í heimabið fyrir jólin. Hér allt til alls og því óþarf að leita langt yfir skammt. Hér má hæglega klára jólainnkaupen á þess tilstands og kostnaði sem fylgir ferðum á höfuðborgarsvæði. Í stað þess að eyða dýrmætu tíma aðvöndun í umferðarumhveitinu fyrir sunnan getum við notið góðs á því að búa í hæglæti samfélagi þar sem framboð af vöru og þjónustu meiri en nóg og vari meiri tíma með fjölskyldu og vinum. Þetta verður mín skilaboð inn í aðvönduna komandi jól og óska ykkur gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Takk fyrir þínir í minnispunkta. Herra bæjarstjóri, orðið laust undir þessum lið. Tóku eftir hvað fundarýmið borgar var fínt. Alltaf aftanskis. Hafið komið hana? Eitt af því sem við gerðum á þessu ári. Og fullt annað sem var talið upp. En nú sem sagt að rjúa útsendingu, það bara eitt lið eftir að